Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun með mér Andra Jónssoni og Ólafi Hersi Arnaldsinni. Og kom þú sæll, Ólafur? Blessaður. Já, við erum mættir aftur hingað hlaðvarpi söguskoðun á þessum ágæta desemberdegi. Já, aðvendunni. Til að ræða saman. Og hvað segir Ólafur gott í dag? Nei, ég hress bara, Já, bara eitthvað heima að undan mér að skreita og ég hef undirbúið messur og svona, ég er að messa morgun og hinn og stóra jólamessan okkur í herdeldinni einmitt á næstunni, þannig að það verður gaman. Alltaf var eitthvað að tala konungsríki í Jerúsalem í messunni, eða? Jú, ég enda predikunar síðan á Deusvult eða eitthvað slíkt. Deusvult? Það áttir að fara í góðan jarðeg. Það er vinsælt, já. Já, það kveikja undir öllu liðinu. Einmitt. Nei. Já, við erum hlaðvarpi söguskoðun og við hefum nú haft þann háttin á að svona annars slagi koma saman hér í stúdíó og ræða saman og sögu og sagfræðileg málefni. Það er nú svona yfirleitt verið það sem við höfum haldið okkur við hér í hlaðvarpinu. Þó svo það var yfirleitt farið svona út viðan völl. En við vorum nú hér í síðasta þætti sem að, fyrir það bil 2 vikum síðan að ræða saman þýsku riddarregluna. Og þar á undan vorum við að ræða saman Alexander og veldi Alexanders og hellenismann í Miðausturlöndum. Já. Og þar á undan vorum við á 20. öldinni og við vorum nú svona svolítið, hvað ég að segja, fyrir smá innblæstri, mætti segja, þegar við vorum að ræða hér þýsku riddarregluna síðast. Til þess að tala eins meira þessar krossfarir og þessi krossfara mál. Já, algjörlega. Þessi krossfara ríki. Já. Þannig að við ætluðum í þættinum í dag aðeins að kafa aðeins dýpra í konungsríki Jerúsalem. Eða krossfara ríkir almennt, en kannski svona aðalega konungsríki Jerúsalem. Já. Og við höfum nú rætt aðeins þetta áður, við tókum 2-faldan þáttum fyrstu krossferðina fyrir nokkru síðan. Reynda komið svolítið síðan, ég man nú ekki mikið hversu mikið við töluðum þetta, en þetta eru merkileg ríki sem að voru stofnuð þarna við botn Miðjarðarhafs í kjölfar fyrstu krossferðarinnar og var ákveðin svona vatnaskil í sögunni þegar þetta gerðist. Það er alveg að tala svolítið Evrópu og Miðjarðarhafið og svolítið svona fyrir og eftir krossferðirnar. Algjörlega. Við getum þetta kannski bara byrjaði að nefna það fljótt að eftir að fyrsta krossferðin var búin að endurheimta þá Jerúsalem og sigra síðan þennan egypska her sem var sendur gegn þeim, þá náttúrulega voru menn voru svona óvissir, þú veist hvað ég var að gera með þetta allt, það var ekkert búið að skipuleggja svo lengra en það og það sem gerist á hægt og rólega að í kjölfarið á þessu að þá stofna menn þarna með 4 ríki og þeir stofna þá þarna nyrst það sem var greifadæmið Edessa. Það var stofnað 1098 undir fórustu Baldvins af Bologna síðan var það fyrsta dæmið í Antíókíu og síðan var það greifadæmið Trípoli sem var líka stofnað þarna. Já. Og svo var náttúrulega konungsríki Jerúsalem. Já. Og til þess að staðsetja þetta svona landafræðilega þá greifadæmið Edessa er svona það sem í dag er norðurhluti Sýrlands, svona suður Tyrkland, Antíókía, það er náttúrulega hluti með norður Sýrland og suður Tyrkland, alveg við ströndina þá. Og greifadæmið Trípoli, það er svona það sem að Líbanon er í dag og svo náttúrulega konungsdæmi í Jerúsalem sem er svona Ísrael, Palestína. Og þá náttúrulega eftir þetta verð líka, þetta er náttúrulega þessi ríki bara við ströndina. Einmitt. Og þetta er nú ekkert svo ósvipað eins og þú nú stundum nefnt hérna í gríni. Já. Þetta er nú ekkert svo ósvipað Ísrael eins og það er í dag. Það er bara það. Og svona stöðunni sem Ísrael er í. Já. Og öllu vandamál sem að við höfum í tengslu við það á þessu svæði. Já, það er svolítið kaldarslegt. Það er náttúrulega, þetta hefur ekki verið mjög friðsælt þarna í þessum heilugu löndum. Nei. Hvorki á þessum tíma nýja í dag. Nei. Og það sem er samt
líka svo kallarnarsett við þetta er að almennt hefur nefnilega verið nokkurn veginn verið friður þarna með þessum svona með nokkrum undanþyrringum auðvitað. Það er náttúrulega mikill ófriður þarna auðvitað með gyðinga og rómaveldi og gyðinga þar áður undir þarna selekvítum og slíkt. En síðan þetta var nokkuð friðsamt þarna alltaf til krossfaradir koma, og svo þegar þeir voru sigraðir og hraktir á brott, það var nokkuð friðsamt þarna allt fram á okkar daga. Já. Þá náttúrulega jú þessi spenna, og múslimar í dag, margir hverjir kalla náttúrulega Ísrael bara nútíma krossfararíki og líta þetta sem innrás vestursins. Jú, og síðan auðvitað, eins og við höfum nú rætt áður hérna, þú veist, það er auðvitað til svona kenningar krossferðirnar, það sem að menn svona setja þær í samhengi, og krossfararíkin auðvitað í samhengi við það sem seinna átti eftir að verða sko nýlendustefna Vestur-Evrópu. Og það er auðvitað að sjá þetta í því ljósi sem svona ákveðin fyrirrennara þess, og það er auðvitað hægt að gera það líka án þess að gera það. Já. Mér finnst líka svolítið áhugavert í þessu þetta með verslunina sko. Já. Þegar við tölum sko landafundina og sem eru til þess að þú veist það voru stofnaðar nýlendur í nýja heiminum, þú veist það snerist oft til að byrja með verslun, og þetta með að þú veist að menn voru að leita að nýri leið til Kína og svona sko. Já. Af því þarna auðvitað á þessum tíma kemur verslun inn í þessa sögu auðvitað, það sem að verslun við Asíu varð greiðari í gegnum krossfararíkin og ítölsku verslunarborgirnar. Já. Og ég var að lesa líka mjög áhugavert sem ég hafði aldrei spáð í sko, að því það sem að gerist seinna í þessu að svona seinni hluta þessa tímabils, krossfara tímabils er að sko ítölsku verslunarborgirnar eignast náttúrulega greiðalegar eignir út allt á þessu svæði, ekki bara í heilagu Lundunum, heldur líka á þessum grísku eyjum út allt, og þar eru menn með sykurplantekrur, og þar eru menn með svona verslunar network sko. Já. Eins og Kýpur og Krít og Ródos og Malta og svæði sem að hanga svolítið eftir sko, sem svona arfleið af þessum krossfararíkjum. Og það heldur áfram í runni inn á síðmiðaldir, og þú sérð síðan svona þessi svona sömu stef sko, þetta svona að búa til þú veist þegar það fara síðan út í nýja heiminn sko, að búa til svona verslunar punkta sem að snúast verslun fyrst og fremst, og síðan koma þess að sykurplantekrur inn í. Já. Og svona hægt og rólega sko, það er svona ákveðin lína þarna á milli. Já, það er það. Ég veit samt áhvert líka þegar maður að tala um nýlendustefnuna að ég hafði oft á tilfinningur samt líka að fólk ímynda sér að það sé voðalega skipulagt. Já. En það sem mér hefur alltaf fundist, og því meira að segja kynni mér, það finnst mér alltaf koma betur ljós hvað þetta var óskipulagt. Já. Og þá var alltaf líka spurningin af hverju sé maður sömu stef? Jú, er það ekki ákveðin leiti vegna þess að komur að segja, ef þú ætlar að fara frá þú veist, þú verður að þú tekur alltaf ákveðin skref vegna þess að þau eru lógisk, þú veist, það er rökrétt. Og það sé fyrir ekki það í staðin fyrir að sé eitthvað sem sitji ykkur á höll og er að skipuleggja og ákstrákar við förum þarna og þarna er svona, og þá getum við leggjum undir okkur þessa eyju, og þá getum við komum við plantekru þarna og við fáum vinnu á þarna og hvernig svona. Því það hefur sjaldnast verið, heldur er þetta ofta svona handháskent og tilvíðanakent hvað byrjar. Já. Það er ekki þetta, að því að við höfum svo venjulega þessa ímynda af nýlendustefnunum að þar hafi verið einhverjir herrar í Lundunum eða París eða Feneyjum eða hvað það er, og liggum við verðum með landakorti fyrir framann sig og verið að skipta upp heiminum og skipuleggja allt í þaula, sem almennt náttúrulega var ekki. Algjörlega. Og svo þetta við náttúrulega, núna erum við að tala sko þetta hluti sem að þróast yfir sko marga áratugi og margar aldir. Já. Þá er þetta ekkert einhver eitt sem situr og ákveður eitthvað, heldur er það svona þróun. Já. Þú veist, þróun sem að þú veist menn taka dæmi af því sem að virkaði áður og halda áfram með það, og það þróast út í annað. Svo þú veist verslunar þú veist ein verslunarhöfn þróast út í en þá meira, já, en það er kannski önnu saga, en mér finnst þetta samt vera bara svona ákveðin svona hugrenningar tengsla, því ég var einmitt að lesa hérna sko í tengslu við Feneyjamenn sko. Já.
þetta verslunarveldi sem að þeir komu á í krossfararíkjunum og ekki bara í miðsturlöndum sko heldur líka ekki sístu þetta í það sem að var áður Bísanska ríkið sem sagt í Eyjahafi og í grísku eyjunum og Kýpur og þar alls það sko þetta með sykurinn sko því það var vist sko sykur iðnaður sko á Miðjarðarhafi var til sko alveg frá fornöld það var mjög stór og til þess að orðið sko kandis sko eða kandi eða þú veist það komið af höfuðborginni á Krít sem að hét hvað hét hún Kandis Kanja Kanja, eitthvað svo les þannig kemur það orðað því það var ég vissi það ekki þar var sykurplantekara sem að Feneyingar stjórnuðu og græddu á og og þessi sykuriðnaður sko þróaðist ekkert svo mikið frá fornöldinni en síðan sko þegar þetta byrjar í nýja heiminum sko þá verður það auðvitað alveg gríðarlega svona tæknilega framfarir í þessum sykurbúskap sem svolítið eitthvað svona sem byrjaði svolítið í Miðjarðarhafinu sko þannig að þetta er svona ákveðin svona tengsl sko svona efnahagsleg tengsl sem að renna frá útþenslu kaþólskra aðila hvort sem það eru franskir riddarar eða ítalskir verslunarmenn og riddararnir eru þá líka í svona heilugu missjóni og það auðvitað sjáum við líka í nýlendunum í Ameríku þegar auðvitað Spánverjar eru þar með svolítið svona trúalegt svona missjón með sér skilur þannig að hér tengjast þessir tveir heimar og svolítið svona gengur svolítið úr einu í annað þarna í gegnum þessa sögu gerir það er alltaf sjáum við líka eins og tölum við líka þetta í síðast þetta þessi áhrifu sem það hafði að stofna þessar trúarreglur hvort þetta voru musterisriddarar eða þýskuriddararnir eða munkareglur eins og fransiskanarnir eða fransiskar og dóminísku munkarnir og hvað slíkt því þetta eru þetta fyrirmyndin eins og við talaðum að fyrirtækjum dagsins í dag mitt að tilheyra einhverju svona ópersónulegri stofnun og vinna þar og þá náttúrulega er eins og þetta áhrif líka á þá verslunarmennina sem stofna líka fyrirtæki og koma saman og hlutafé og eitthvað slíkt og deila áhættunni og eins og Feneyjar náttúrulega Feneyingar voru brautryðjandi í hinu og þessum og með þetta uppfinningar í til dæmis bókhaldi og hinu og þessu sem náttúrulega gjörbreyttu sögunni og vilja lifa með þann dag í dag og það náttúrulega var þetta mikilvæg hluti af þessari sögu þeir voru með útibú hér og þar Konstantinópel og Damaskus og hvaða var á Tengslanet og í Alexandríu og áhugavert hvernig náttúrulega svona þessi alþjóða viðskipti áttu sér stað Nefnitt Þetta var það líka mikilvægt þegar krossfararnir voru búin að taka yfir Jerúsalem og þá til þess fengu Feneyingar sinn svona hluta borginni eða svæði hverfi og fleiri stöðum auðvitað þeir öll þessar ítölsku borgir voru mjög mikilvægur þáttur í sögu krossfararíkjana allan tíman og sérstaklega kannski á seinni tímabilinu en við ætlum að tala við ætlum að fókusera svolítið á konungsríki Jerúsalem í þættinum í dag og kannski svolítið svona krossferðirnar auðvitað alveg huge umræðefni auðvitað að taka alls konar vinkla á það auðvitað þessu þannig að þetta verður ekki fyrsti og ekki síðasti þátturinn krossferðirnar í heilugulöndunum svo sem en okkur datt í huga aðeins sem fókusera svolítið á konungsríki Jerúsalem og hvers konar land það var og hvers konar samfélag það var En þetta er eitt sem líka nefna því áhvert að þú líka tala þetta með nýlendustefnu Við tölum samt aldrei nýlendustefnu á Sikile til dæmis Er það nokkuð? Að Normandir svo tók hefur það? Nei og það er auðvitað Þó að það sé reyndar nákvæmlega það sama Já, það er alveg rétt Arabar og múslimar og allt hannig Algjörlega og þú veist við tölum heldur ekkert nýlendustefnu þegar Tyrkir eða múslimar leggja undir sér Balkanskagan skilur Nei En það er kannski vegna þess að það er kannski frekar að þú veist ef við hugsum nýlendustefnu þá veitum við hvað við erum að tala um þú veist þegar Evrópuríkin voru að dóminera nýja heiminum og Afríku skilur á
18. og 19. og fram á 20. öld. Jú, algjörlega. Og þegar við erum að tala þá svona snembúin stef sem að kannski, þú veist, leiða til þeirrar þróunar, skilurðu. Ég allir missi svo að ég var í einhverjum kursi í háskólanum fyrir mörgum árum síðan nýlendustefnuna og svo vorum við að tala sko einmitt sko í Afríku sko þá ég man sko kennarinn var einmitt frá Ghana sko og þá hafði ég skrifað í ykkur ritgerð eða eitthvað sko, þú veist, þá hafði ég sagt sko eitthvað, hér ætla ég að tala sko nýlendustefnu nýlendu, svo var ég eitthvað að definera það og þá talaði ég, þá snerist það bara sem sagt, hvað ég að segja, yfirráð vestrænna manna eða evrópskra manna á þessum svæðum og ég ætla ekki að tala sko yfirráð araba á þessum svæðum vegna þess að það væri ekki nýlendustefna og þarna spurði hann mig einmitt út í þetta býta, akkur er það ekki nýlendustefna skilur og akkur tekur það ekki í sömu andrá skilur hann þetta útskýra það því það eru þetta þú veist, þú getur alveg sagt að ég meina hernám er hernám og efnahagsleg að merksjú eitthvað ríki efnahagslega eða þú veist að beita menningarlegu hvað sé menningarlegri kúun eða menningarlegri trúboði eða hvað það er auðvitað, þú veist, það er alltaf saman en þegar við tölum vestræna nýlendustefnu þá er það ákveðið sögulegt þema sem á sínar sögulegu rætur. Jú, en það bara þetta hugtak er samt svo ég verði alltaf gagnrýn út í það vegna sem það er svo óskýrt að það er líka svo margir aðrir þættir og jú, þetta ætlum við ekki að eiga öllum þættinu að tala þetta en ég hugsaði með meira að nota það sem brú yfir í til dæmis stjórnskipunna hvað segja í Evrópu og Mið-Austurlöndum á þessum tíma þar sem að farsælir herforingjar herven gáttu farið frá einu samfélagi yfir í annað og lagt drepið elituna sem var þar og tekið yfir og stofna ríki þó maður getur að segja ákveðin stef og tengt það saman við einhverja nýlendustefnu setna mér þá er það þó hvað segja betra svona útskýringarmódel að þetta til dæmis svo sérð þá normenn þá sem halda til Normandí og leggja undir sig það halda síðan áfram leggja undir sig England og Sikiley og svona innblástur á því þá voru það svipaðir menn sem gera það sama síðan hérna í Mið-Austurlöndum eða við botni Miðjarðarhafs farsælir hermenn, furstar, greifar frá Fraklandi sem stofna þarna 4 ríki og það er svo áhugavert líka að þú skoðar líka múslimar þá gera þeir nákvæmlega sama það er líka þetta lénskerfi og ég verði þetta að við gera það ég þekki ekki nógu vel lénskerfi hjá þessum íslamsku löndum en þegar við erum að lesa þetta þá samt út með eitthvað kalífa og hann er einhvern veginn svona fjarlægur herra og svo er það með einhverja hinn og þessa stríðsfurstana og hersöðingi og prinsa og soldan og hvað titlar eru með emírar og hvað það er og það er svo áhugavert að sjá það til dæmis að þessi tilvíðuna þegar krossferðin kemur þegar hún kemur þá náttúrulega var einn íslamski heimur sérstaklega sundraður þannig að það er þá léttara og það er möguleiki fyrir svona ævintýramenn sem þetta er innblásnir á trúarhitta og allt þannig en þetta er ákveðin ævintýramennska líka þá er það tækifæri fyrir svona ævintýramenn að koma, slá út ákveðin þessa elitu sem var á staðnum og taka yfir og verða nýr aðall rétti svo bara vikingagerði í Rússlandi eða Kænugarði eða hvað það er og eins og maður sér líka aftur í Mið-Austurlöndum þú veist þetta eru Tyrkirnir líka á sama tíma þarna algjörlega og það verður þá líka áhugavert til dæmis að bera saman hvernig Tyrkir leggja undir sig og stofna sín ríki þarna því Tyrkir komum frá Mið-Asíu algjörlega Tyrkir eru náttúrulega steppuð þjóð frá Mið-Asíu og þarna er Seljúkaveldi þarna á sama tíma og það er líka með mismunandi svona lénskerfi og þessi skulda þessum þjónustu og eins með Saladín síðan sem var aðal maðurinn í að brjóta þetta baka aftur síðan þessi krossferðaríki að það er áhvert að sjá hvernig hann var alltaf að ná sér pening og ná í menn og kaupa sér vináttu og vinsældir og í stöðugum vandræðum og þetta er náttúrulega bara pjúra lénskerfi sem hann er að vinna með rétt eins og sérði í Evrópu og þá líka hvernig þvert á
trúabröðin, menn gáttu jafnvel unnið saman ákveðnu leyti. Já. En sko þetta auðvitað náttúrulega sko málefni þetta sem svolítið svona hefur alveg tendens til þess að vera svolítið heitt sko að því fólk hefur alls konar skoðanir á þessu auðvitað vegna þess að þetta svolítið svona sem tengist í hvað við segja svona heitum málefnum í nútímanum sem eru svolítið svona samskipti hvað við segja þú veist við þennan heimshluta og arfleði nýlendustefnunar skilur sem fólk hefur alls konar skoðanir á og þú veist og yfirleitt mjög svona það þetta málefni sem hefur verið mjög umdeilt í okkar nútíma og svo þetta líka að því að vissuleiti eru krossfararnir þannig séð okkar forfeður það séð okkar heimshluta eða okkar menningar, siðmenningar að þá höfum við svona tilhneigu til þess að hafa skoðun á því annarkvort skilur líta á það sem einhverjar hetjur eða líta á það sem eitthvað sem við þurfum að skammast okkur yfir þó svo við eigum í rauninni ekki að hafa eða mín skoðun svo þú áttir rauninni ekki að hafa neina móralska skoðun á hlutu sem gerist í fortíðinni skilur af því að þú veist þú verður að nálgast það bara eins og náttúruna sko það bara ljónin drepa antilópurnar og það leiðilegt en þú veist það bara þannig það ekkert sem þú getur gert í því þú getur ekki verið eitthvað reiður við ljónið fyrir það Nei, nákvæmlega og en auðvitað af því að þú veist þetta hefur verið svona umdeilt málefni þá þetta höfum við alls konar skoðun og þetta líka bara eitthvað sem að því sagan hún tengist alltaf nútímanum og í nútímanum höfum við verið í ákveðnu uppgjöru við fortíðina sem nýlendustefnan og það þessna sem verið að taka niður þessar styttur af þessum köllum og allt þetta skilur þetta auðvitað svona aktuelt málefni í heiminum í dag í vesturinn í dag það auðvitað þessi málefni svona, þetta. En eins og segir hernám hernám og þú veist þegar Tyrkir ráðast inn í Litlu Asíu þá erum við ekkert með eitthvað rosalega tilfinningur það hvort að það hafi verið rétt eða rangt eða ekki við bara þú veist já það gerist og auðvitað eigum við að líta á krossferðirnar svolítið með sömu augum þú veist, þetta bara einhverju sögulegir atburðir sem gerðust og ég hefði ekki gert það svona kannski að því að ég fæddur á 20. öld skilur ég var ekki fæddur á 10. öld eða 11. öld sko ég hefði verið fæddur á 11. öld ekki sem gert það þannig sko en tekið upp krossin en þetta eru en svo er þetta líka að þetta er náttúrulega svo flóki fyrirbyrði líka og það er svo margir þættir inn í þessu og þá náttúrulega það eins með þetta og allt annað auðvitað sem við kemum mannur sem svona flóki það aldrei ein ástæða, einn þáttur og þetta eins eins og ég sjálf að sé betur og betur í sagfræðinni að það allavega sögulega kenningar og menn hafa verið að setja fram hinur þessa kenningar til þess að reyna að útskýra söguna og reyna einhvern veginn að setja hann inn í eitthvað mót en það sem ég sé alltaf betur og betur að Jú, þessi mót auðvitað nýtsamlega ákveðnu leyti en það er svo mikilvægt að hafa alltaf í huga að þau eru svolítið aldrei neitt annað en einfaldanir og raunveruleikinu auðvitað alltaf mikið flóknar það alltaf eitthvað meira sem spilar eins og þetta þú veist, auðvitað eru tilvílanir sem spila heilmikla rullu líka eða landafræðin til að spila auðvitað með heilmikla rullu Algjörlega og til dæmis hluta því af hverju sem krossfarir ekki fjallu það var auðvitað vegna þess að þau náðu hvorki að sigra Sýrland og Írak eða þá Egyptaland og þeir hefðu þurft að sigra annað hvort svæðið til þess að stofna nógu stórt ríki sem hefði þá haft einhver möguleika á að lifa til frambúðar að því svona lítið land og sérstaklega lítið ríki þarna á milli sem náðu ekki einu sinni alveg öllum borgum á milli þá eyðimerkurinnar og hafsins það er líka mikilvægt að hafa það í huga að þú voru með Miðjarðarhafið og svo voru náttúrulega með þessa strandlengju þarna verið bótt Miðjarðarhafs sem í dag þá Jórdanía og Sýrland og Ísrael og Líbanon og allt þetta en þeir limist náðu aldrei Damaskus sem hefur verið mjög mikilvægt til þess að fá meiri dýft Damaskus það saman vandamálu Ísrael glímið við í dag þannig en síðan náttúrulega svo margt annað líka svo náttúrulega líka þú stjórnskipulagið lénskerfi er náttúrulega einstakt kerfi þar sem að hvað var að segja, landamenni skipta ekki máli það var persónuleg þjónusta þannig ástu búið til allavega svona bútateppi þar sem að þú til dæmis í Evrópa sem var með Englandskonung sem var konungur yfir Englandi en hann var samt undir franska konungnum sem greifin af Normandí eða hvað það var mjög svona sérstakar aðstæður og flókið
og það var náttúrulega eins eins og með landið helga, þú veist, þarna ertu með þessi 4 ríki og þú ert síðan ofan á það, þá ertu með 3 krossfararreglur, þú ert með munkareglur líka, þú ert líka með biskupsdæmi og katólsku kirkjuna og til dæmis voru mikla deilur, sérstaklega til að byrja með á milli Baldvin fjölskyldunar, konungsfjölskyldunar og fyrsta biskupsins, þess að það var reynt að koma á svona guðlegu veldi þarna, teokratíu, sem síðan tókst ekki. Og svo er þetta líka þetta með verslunarfyrirtækin, að þá getur maður líka auðvitað, ef maður ætla að reyna að einfalda mjög, þá getur maður líka túlka svo sögu sem sögu kapitalismans. Já, akkurat. Þannig eru, þú veist, vísir kapitalismans og bara að leggja áherslu á það og peninga og auðvitað það rétt ákveðnu leyti, en þú ert líka litið á svo sögu náttúrulega bara sem sögu kristindómsins, auðvitað því trúarhitinu, þetta skiptir líka gífurlegu málið þarna, safna peningum í vesturinu. Þess að náttúrulega sem ég var að segja á þann, skilu, þú veist, það er hægt að líta á þetta sem hluta af, þú veist, hvað sé, upphafið af nýlendu sögu Vestur-Evrópu, skilurðu, og sagt, kalla þetta sko fyrsta kaplan í þeirri sögu eða engangskaplan í þeirri sögu eða eitthvað, en það er náttúrulega þetta bara, það er ekkert röngleits að líta á það, bara einleits að líta á það. Það er þetta bara þannig með allt. Já, og það er alltaf svo mikið líka að minnast alltaf reglulega á það, af því það er þetta freistandi líka að velja eina hugmynd, og þetta er þess að skilja svo vel ef við tökum til þess bara þessa marxísku söguskoðun, hún er alltaf rosalega heillandi vegna svona svo einföld. Þú ert bara með tesu og syntesu og antitesu og eitthvað svona, og svo ertu bara með náttúrulega sögulega framvindu og þú ferð bara frá einu stíði yfir annað, veist, og ef þú nær að þvinga sögur inn í eitthvað svona form, þá er þetta voru þægilt, þú skilur úr söguna, en svo þetta þú horfir á það og skoða hlutina, þá er þetta miklu flóknara en svo. En til dæmis það er þetta áhugavert eins og þegar eftir að við vorum búin að taka Jerúsalem, það náttúrulega var borgin þurrkuð út, í þeim skilin hérna þá drápu eða alla íbúa borgarinnar, þannig að konungur þessa konungsríkis var ekki með einu þegna í höfuðborg sinni. Nei. Og þá náttúrulega líka áhugavert að sjá hvernig leysur það, þetta er að bjóða aftur múslimunum eða hvað það er, en þá til dæmis fundu þeir fátaka kristna bændur í löndunum í kring og söfnuðu þeim til sín og lokkuðu til borgarinnar til að starta borgin aftur. Það er náttúrulega líka hluti af þessu þegar búið að eyðileggja landið, þá þarf að byggja það upp aftur. Og mannafli náttúrulega skiptir líka alltaf miklu máli, það er allir með svo stöðugt vandamál fyrir þessi ríki, að þeim vanduðu náttúrulega alltaf mannafla, og það er allir með sluta því af hverju þessar riddarreglur eru til. Algjörlega. Það var til þess að reyna að sinna þeim þörfum. Vörnunum. Já. En ok, ef við skoðum þetta þetta eru krossferðir, fyrsta krossferðin, hún er það farið út í hennar leiðangur sem við tölum í síðasta þætti, í þættinu að það eru tölum þetta, að þú veist, þetta byrjaði svona ákveðnu leiti sem díll við Alexius, Rómarkeisara, Bísanskeisara, sem að þú veist við að vera að tala um að þeir áttu að hjálpa til við að verja Litlu Asíu. Já. Og var svona ákveðinleiti voru þetta hálfgerði svona leiguliðar. Já, leiguliðar, málaliðar fyrir hann og svo verður splittast svolítið á milli þeirra, þetta þegar krossvarnir taka Antíókíu og láta ekki keisaran fá það, og þá, þú veist, yfirgefu keisarin þetta uppátæki, enda hafði hann enga ástæðu til þess að vera að halda eitthvað áfram. Krossvarnir taka Jerúsalem og það er rosa gaman og allir fagna, og svo fara mjög margir heim, og þá auðvitað kemur spurningi hvað er að gera núna við þetta dót. Það var ekkert plan, þeir voru ekki með neinn plön það, og meiri segja, þú veist, þú veist hvernig fyrsta krossferðin var til, að þú veist að það er alveg ennþann dag í dag í sagnfræðinni bara deilumáli, eða hvað ekki deilumáli, bara svona mikið túlkunaratriði, bara hvað var páfinn að meina með ræðunni í Clermont til dæmis. Þú veist, þegar hann var að kalla fólki í krossferðinu og hann sagði, skilur, þegar ég fara til Jerúsalem, skilur, var hann að meina borgina Jerúsalem, eða var hann að meina hugmyndina Jerúsalem, eða var hann að meina, þú veist, allt þetta, þannig að þú veist hver var hann að hvetja til þess að fara? Var hann að hvetja alla, eða var hann að hvetja bara riddarana?
Já. Það var margt svona. Þannig að sko, það var ekkert plan þetta og þannig að þegar búið að taka Jerúsalem þetta, þá spurningin sko, hörru, hvað gerum við þetta? Við þurfum að halda þessu, við þurfum að verja pílagrímana og svona. Og þetta, ég meina, ein hugmynd hérna, og það sem hefði gert þetta miklu auðveldara fyrir þá, var náttúrulega ef að þeir hefðu geta bara gefið, sem sagt, Alexiusi öll löndin sem þeir hefðu tekið. Og það hefði verið ákveðin svona löggilding í því. Já. Að segja, við erum búin að endurheimta hérna lönd sem að sögulega tilheyra þínu ríki. Og það var aftur það sem að var svona upphafið af fyrstu krossferðinu og það var það sem þeir gerðu alveg í byrjuninni á fyrstu krossferðinu sem ég segi fram að Antíókíu. En Alexius hafði engan áhuga á Jerúsalem sko. Austurrómverjar sko höfðu ekki tök á því að halda því að verja það eða höfðu ekki neitt áhuga á því heldur einu sinni. Nei, en það ef hann hefði fengið öll þessu lönd þá hefði hann mistið mjög fljótt. Einmitt. Þannig að hérna, og svo þessu áhugavert þetta sem þú nefnir með sko með páana því að það var einmitt svona hugmynd sem kom að það líka að stofna svona nýlendu eða hvað að segja ríki sem væri sko stjórnað í rauninni af páagarði. Það hefði verið mjög áhugavert að sjá hvernig það hefði litið út sko. Já. Og það hefði orðið svona svolítið svona eins og regluríki vorum að tala sko, þú veist svona ópersónulegt ríki sem væri rekið af eitthvað svona stofnun sko. Já, einmitt sem við sjáum náttúrulega með þýskuritarreglurna í Austur-Evrópu og það hefði mörguleiti verið kannski mögulega, eða kannski hefði verið auðveldar að verja slíkt land sko, því þá hefði páinu alltaf geta bara fengið ykkur að krossfara til að fara og sjá það sko, kannski, ég veit það ekki. Kannski, já, og rittarreglurnar hefði verið ennþá sterkari. Já, rittarreglur, já, það hefði alltaf orðið, já, en svo kannski hefði það ekkert gengið, en það var ekki úr því að þeir báðu þarna Guðfreð, eða hvað hann hét þetta frá sem var rauninni þessi svona aðal krossfari buðu honum krúnuna og hann tók og hann vildi hana ekki En var hann ekki plataður? Afþakkaði hann ekki svona til að vera sína hófsemi og Herru, við erum að rugla held ég var þetta ekki sér Raymond af Toulouse? Já, ég hugsa hann sem að þeir buðu fyrst og hann sagði nei. Jú. Það var einmitt. Raymond af Toulouse var þessi sem var svona eðlilegu leiðtogi í krossferðina svo sem hafði alltaf stjórnað og verið í svona fyrirrúmi, farabrátti svolítið. Já, og var svona aðalsmaðurinn. Já, og þannig að honum var boðið krúnun og hann sagði nei og þá buðu þeir einmitt Godfrey sko. Já. Og hann sagði hérna nei, ég vil ekki vera konungur í Jerúsalem, ég vil vera verndari kirkjunar. Já. Og hann var það í eitthvað 1 ár eða eitthvað þangað til að bróðir hans tók við sem að var ekki neinum vandræði með að kalla sig konung. Nei, en já, ég sé hérna á íslenska Wikipedia, verndari grafarkirkjunar. Já, grafarkirkjan, já, einmitt. Guðfreður af Bouillon. Já. Maður sleipur í frönskunni maður. Sleipir í frönskunni, sko. Raymond, hann, hérna, sumir hafa sagt til dæmis að þetta hefur verið, sko, þú veist, hann hefur verið að þú veist að hann hafi sagt nei, sko, til þess að þeir myndu bjóða sér betra boð, sko. Já, ég myndi lesið það líka. Já. En hann Guðfreður lést síðan árið 1100 og síðan var það bróður hans Baldvin sem tók við og hann þá krýndur sér fyrsti konungur í Jerúsalem. Og hann krýndur náttúrulega í grafarkirkjunni. Já. Og þá getur maður sagt, sko, það er í rauninni svona official stofnun konungsríkisins Jerúsalem. Já. Og hérna og Baldvin byrjar á því að hann þarf náttúrulega að búa til eitthvað ríki úr þessu. Þeir stjórna á þessum tímpúndi bara borginni og nærsveitum. Já. Og það er búið að taka reyndar Askalon sem er við ströndinni nálægt Gaza. Og líkillinn Egyptalandi, það er mjög mikilvægt borg. Og það sem að rauninni Baldvin gerir, sko, fyrstu árunum er að hann svona hreinsar svolítið upp á svæðinu. Hann fer með her og hann leggur undir sig borgirnar við ströndina, Akre, Týre og gerir það meðal annars með hjálp, sko, ítalskra flota. Já. Frá Feneyjum og Genúa og þessum borgum, sko, og þá þetta strax komið svona þessi tengsl við þessar ítölsku borgir
og þeir voru alltaf svolítið háðir þeim þetta því þar voru þessi flotar sko. Já, og það hefði ekki verið fyrir fyrir ítölsku borgríkir þá hefði þetta aldrei gengið, það er til dæmis bara umsátrið Jerúsalem var nú algjörlega háð því og heppni að þessi genúíski floti kom þarna rétt áður og voru með timbur þannig að byggja stríðsturna, umsátursturna og hernuma borgina. Já. Og það sem náttúrulega fengu síðan allar þessar svona verslunar ívilnanir og voru náttúrulega þessi mikilvægi milliliður þá og taka við varningi sem kom austan frá og ferja þá yfir Miðjarðarhafið og til Ítalíu og síðan áfram upp eftir Evrópu. Því þarna ertu þetta komið með sko ákveðið munstur sem átti eftir að haldast sko alveg basically fram á 13. öld sko sem þetta sko það búið að stofna þarna þessar verslunarborgir við höfnina, við ströndina og sko því fyrsta krossferðin sko þá fór herinn yfir landið sko í gegnum Litlu Asíu og niður. Já. Og það átti auðvitað eftir að gera seinna í annari krossferðinni og í þriðju krossferðinni að konungar fóru með herinn að sína þá leið líka en eftir að þessar verslunarborgir eftir þessar borgir við ströndina voru settar upp sko sem hluti á konungsríkinu þá var til greið leið til Ítalíu ekki bara verslun heldur líka þú veist innflutningur á fólki þannig að sko leiðin fyrir pílagriman og leiðin fyrir sko innflytjendur sem voru að koma frá Vestur-Evrópu til þess að flytja til Palestínu fór svolítið í gegnum einmitt Ítalíu og þessir ítölsku sæfarar. Já, og þeir eru alltaf stór græddu á því að náttúrulega líka mikilvægt að hafa það í huga að það voru sára fáir sem græddu að þeir sem fóru í krossferð voru sára fáir sem græddu á því krossfæri var fyrst og fremst kostnaður og náttúrulega eins með pílagrímsferðir, þetta var kostnaður þannig að auðvitað fyrir verslunumennina þeir græddu á tá og fingru þetta að flytja pílagríma og flytja hermenn og flytja hitt og þetta og varning og svona og eins náttúrulega þetta græddi þessar borgir eins og Jerúsalem þetta græddi á pílagríma straumunum. Já. Þetta náttúrulega var mikilvæg hún kallaði þetta bara auðlind ferðamanna iðnaður þessa tíma. Já, ferðamanna iðnaður og svo þetta voru þessari eins og þú segir sko verslunar fríðindi menn þessir ítölsku verslunarmenn sko þeir höfðu algjört tangarhald á þessu sko þeir voru með díla þú veist það sem að þeir fengu að halda sko heilu verslunar hverfunum eins og í Akre og Týre og voru með skattfríðindi og alls konar fríðindi þannig að þeir alveg græddu á tá og fingri sko og það er líka áhvert að sjá hvað þetta varð auðugt samfélag því furstatir þarna til dæmis þeir voru að klæðast góðum bómullarfötum og fínum fötum og meðan að í norður Frakklandi voru kannski konungar og ríkustu furstar í bara grófri ull. Já. Og allan og svona það var fínt vín og góðu matur og það var silki og þeir lifðu mjög flott megnið af þessum furstum og herfóringjum þarna og það er náttúrulega meðal annars vegna að það náttúrulega streymdi svo mikið verslunarvarningur silki og krydd og hvaða var frá Írak og Arabíuskaga og upp í Rauðahafið og hvaða var og landað úlvaldar sem báru þetta til með þessara borga og svo var siglt með þetta áfram til Evrópu. Já, ég talaði eins um samfélagið hvers konar samfélag þetta var Jerúsalem það er raunni, má kannski bara sagt það fyrst sko, við getum líka talað eins um narratífi líka að bara svona þú getur skipt þessari sögu í tvennt algjörlega það er sérst fyrra konungsríkið Jerúsalem 1099 til 1187 er það ekki? Já, hvað það er bil? Þegar Jerúsalem fellur fyrir Saladín og við skulum tala eins um það eftir þá þurrkast allt konungsríkið út bara á einu bretti eftir 1187 þá kemur þriðja krossferðin og þeir ná að endurbyggja svona leifar af ríkinu þannig að við tölum þá seinna konungsríki í Jerúsalem frá 1187 til 1291 þegar síðasta vígið fellur á meginlandinu
og þetta eru tvö mjög ólík sko samfélag í rauninni sko, seinna tímabilið þá sko konungsríki miklu meira svona hvað við segja, það háðara þessum ítölsku borgum, það háðara konungum í Evrópu og valdhöfum í Evrópu og miklu meira svona meira svolítið svona eins og nýlenduríki á meðan sko fyrra konungsríkið það var miklu svona sjálfstæðara og svona meiri svona eitthvað skona svona eining út af fyrir sig og blandaðist inn í bæði svona þessa pólitísku og þessa menningalegu flóru sem að Miðausturlönd voru. Þetta var í rauninni bara svona austrænt ríki hálfgert. Já. Eða svona latneskt austrænt ríki sem var bara svona hluti af bútasaumsteppinu sem að Miðausturlönd voru á þessum tíma. Já, og til þess bara í klæðina það var sumir klæddist voru með notuðu turbani og voru í einhverjum kublum og þetta var svona deiluefni þú veist, hversu innfættir urðu menn og þá náttúrulega þetta eins og með alltaf með svona samfélag þegar þú ert með einhverja útlendinga sem fari í nýtt samfélag maður þarf að reyna að ná svolítið jafnvægi í því og hversu mikið tekur maður upp síði innfættra og ekki, vegna það var lítið neikvætt á það að verða, þú veist, native. En auðvitað, þú veist, og sumir meira sem gengur það langt, þeir borðuðu ekki svínakjöt og það kristnir menn borðuðu ekki svínakjöt og menn voru að borða auðvitað á sama mat og múslima borðu og það til þess áhugavert að sjúkrahúsið sem Jóhannesarrittararnir voru með í Jerúsalem, það sem gáttu haft alltaf held í 2000 sjúklinga í einu og þeir voru til dæmis með sér eldhús þar sem var bæði sem var þá kosher og halal þannig að það var þetta bjóða bæði gyðingum og múslimum upp á kjöt. Þetta var náttúrulega mjög fjölþjóðlegt samfélag og það kannski líka eitthvað sem maður þarf að hafa í huga sko, hvernig var svæðið sko, áður en múslimar krossfarar komu að þetta höfum að tendens til að hugsa þetta svolítið eins og maður hugsa bara svo Ísrael eða eitthvað þú veist, það sér maður fyrir sér að það sé bara þú veist, það sé bara allt arabararn í kring 100% arabar og múslimar en það var auðvitað ekki þannig nei. Sko þetta svæði náttúrulega verður ekkit hvað ég var að segja, arabiserað eða þú veist múslimar og arabarar komast ekkit í meir hluti þarna fyrir en setna sko og það enda það stutt síðan að Já, þetta er til dæmis bara með þá íbúa Jerúsalem að þetta var þá til dæmis kristnir menn sem var smalað saman og boðið mitt inn í borgina og svo líka mikið af armönum þarna og það er líka alltaf eitthvað sem mikilvægt að hafa í huga Armenía í dag náttúrulega bara smáríki og armenar lifa bara litlum hluta af því landsvæði sem armenar byggu áður fyrr það er til dæmis á þessum tíma voru náttúrulega mikið af armönum allstaðar hérna eins og í dag Suður Tyrkland og Norður Sýrland og meðal hans var þá armenskur hluti borgarinnar hérna armensk hverfi og er það ekki ennþá? Jú, það er ennþá þetta þeir hafa einhverja afkomendur þeirra hafa lifað þetta alltaf og er ennþá til það sé náttúrulega líka, það voru berbar þarna og það voru auðvitað gyðingar og samverjar, kalluðu það ekki það á íslensku þetta voru samarítanar samverjar ekki miskuð samverjin jú samverið þannig að þetta eru svona þetta eru alls konar tungumálarna og grískan er ennþá mikið við lýði og ekki sístu auðvitað í Austurkirkjunni sem var náttúrulega dóminerandi þarna á meðal kristinamanna og það er einmitt svolítið fyndið að náttúrulega það sem auðvitað er að koma nýtt inn í þess að því að sko þetta er svolítið sem við nefnt áður þetta með sko að þú veist múslimarnir sko þegar þeir taka yfir þá sko varðveitast sko trúar minnihlutahóparnir eða meirihlutahóparnir þú veist þeir varðveitast undir íslam sko það er ekki ráðist gegn því beint þannig að þarna varðveittust auðvitað mikið af svona gömlum kristnum trúarhópum sem að voru horfnir annar staðar skilurðu
í svona hálf svona steingerðu formi getur maður sagt kannski. Já, eins og þú veist, síræska kirkjan og svona trúarsamfélag sem Bísanska ríki var mikið að berja á. Já, og þannig kem til dæmis eins og sumir kristnir hópar seinna meir þegar fóra þegar Saladin kemur og það verið að fara að taka borginni aftur og seinna sko, þá eru sumir sem að snerust náttúrulega gegn latínumönnunum af því að þeir litu svo á að þú veist við getum betur stundað okkar trú undir Íslam heldur en undir katólsku kirkjunni. En á hinn bóginn þá held ég að vel líka verið sko bara út af bara af nauðsyn, þá gátu sko krossfararnir ekkert verið að kúa þessa réttrúnaðar kirkjuna eða þessar smáu kirkjuhópa sko á þessum tíma því að þú veist þeir þurftu á þeirra stuðningi að halda. Já, algjörlega. Og þannig að þú veist það var svolítið, held ég líka verið að líta svolítið framhjá því nákvæmlega hvernig þú stundað þína trú bara svo lengi sem þú ert kristinn sko. Já, og svo er líka mikilvægt að nefna allir með þess að Egyptaland á þessum tíma alltaf var líka Shía ríki. Já. Fatimarnir þar, vel þeirra þetta hægt og rólega var að falla og meiri hluti Egypta þetta voru ekki Shía en elitan aðallin og sérstaklega Fatimítarnir voru Shía á móti þá náttúrulega þetta heilmikið á sunnimuslimunum og sunnimuslimum fyrst og fremst í Írak og Sýrlandi þannig að það náttúrulega var líka mikilvæg hluti af þessu bútasaumsteppi og gerði þó þetta léttara fyrir þessa aðalsmenn frá Frakklandi að taka yfir sem ný valda elita þarna að það var svo mikið sundrung en það náttúrulega var aðal hættan og ógnin var auðvitað svo ef það kæmi fram leiðtogi sem myndi ná að samina bæði Egyptaland og Sýrland, Írak og þennan íslamska heim sem auðvitað gerðist sem alltaf síðan var raunin og eins að þú nefndir líka rétt þá Saladin var auðvitað kurdi í þjónustu Seljúka sem voru tyrkir þannig að þú ert með allavegana allra þjóða kvikindi þarna allra þjóða kvikindi, já þú ert meira að segja með eins og þú veist Sigur Jórsálafara og þú veist norrænir menn sem eru líka að spila rullu þarna og hjálpa til við að leggja undir sig virki og brjóta á bak aftur Já, því að þetta krossfararnir sjálfur latínumennirnir, þeir voru náttúrulega líka allra þjóða kvikindi þó svo flestir þeirra hafðu þetta verið frá Frakklandi og þannig að þú veist en þeir voru svona þunn yfirstétt og þeir sko voru alls ekki í meirihluta það fólk frá Evrópu en franskan eða gamla franskan var svona menningarlegt tungumál þarna og svo þetta latínan sem var náttúrulega svona stjórnsýslulegt tungumál en síðan þetta voru grískan var mikið notuð, arabíska mikið notuð náttúrulega og það er alveg talað að sko fólk hafi orðið svolítið, fólk lærði mikið af tungumálum þarna og tungumálin voru svolítið svona fljótandi yfir hvort annað sem auðvitað svolítið fascinerandi sko að hugsa til mjög áhugavert eins og til dæmis hann hvað heitir hann ekki, Vilhjálmur af Týra, hvernig verður berað fram hann skrifaði náttúrulega sína miðaldasögu skrifaði á sögu krossfararíkjanna og Íslams og það er til dæmis mjög áhugavert að það hefur náttúrulega munað nafnið á honum en það var sem sagt hvað var kallað stjórnsýslumaður, atvinnu stjórnsýslumaður það var alltaf svona aðalsmaður íslamskur sem þjónaði eiginlega flestum svona aðal leiðtogum með Austurlanda þessum tíma hann lifði að verða 90 ára gamall og hann flakkaði þetta á milli og þetta er náttúrulega svo áhugavert líka með lénskerfið þú ert auðvitað að fara úr þjónustu eins yfir þjónustu einhvers annars en til dæmis bókasafni hans sem voru einhverja 4000 bækur það er nefnilega fjall í hendur krossfarana það var verið að flytjaði með skipi og skipið lendir sér í einhverjum sjávarháska og það endar þannig þá að Vilhjálmur einmitt fekk þetta bókasafn þannig að hann komst þá í þessar heimildir og gat notað þær til dæmis að hann gat lesa arabísku og þá notaði hann þessar heimildir til að skrifa sína sögu þá krossfararíkjanna og sögu Íslams hann er eiginlega eina af þessum helstu miðaldaheimildum þetta og mikið af litlum sögum sem að við þekkjum sem að koma frá honum einmitt og hann er einmitt dæmi menn af evrópskum uppruna
sem samt sko innfættur í þessu ríki, hann fættur í konungsríkinu Jerúsalem og lifið þar alla tíð sko, af því að þetta var þarna heil kynslóð sem að þetta frægt mjög frægt frægt tilvitnun í Fulker sem líka annar sagnarittari sem skrifaði Gesta Francorum þú lítur á að sé það og þetta í öllum mörgum sögubókum þetta, það vitnað í þegar hann segir for we who were Occidentals have now become Orientals. He who was a Roman or a Frank has in this land been made into a Galilean or a Palestinian. He who was of Reims or Chartres has now become a citizen of Tyre or Antioch. We have already forgotten the places of our birth. Already these are unknown to many of us or not mentioned anymore. Og svo framvegis þetta frægt tilvitnun sko. Já. En þetta alveg svo áhugavert líka náttúrulega þegar við höfum að tala þetta einkenni og þjóðareinkenni og einkenni samfélaga. Af því auðvitað fyrir þá sem eru fæddir uppaldin þarna, þá þetta náttúrulega heimaland þeirra. Rétt eins og hvar best sem menn drepa niður fæti og alast upp og lítast af menningu, þá þetta það heimalandið. Jú. En við tölum að þessum fólki sem bjó þarna, því að það ekki, það hafa verið svolítið svona deilur eða hvað ekki deilur kannski, en svona mismunandi kenningar og skoðanir það sko hversu mikið af fröngum versus sko öðrum kristnum versus muslimum voru þarna. Kannastu við þessar kenningar? Aðeins og líka þetta með sko eins og þarna menn litu svo á í gamla daga sko, eða kannski á 19. öldinni sko, þá voru menn með þá sín sko að þetta hefði verið þetta hafi verið algjörlega aðskilið samfélag sko, og þú hefur verið með bara, þetta hafi verið hálfgerð svona apartheid samfélag sko, þess að þú varst með kristna og muslima og svona latneska yfirstétt sko sem að stjórnaði miklu meiri hluta muslima. Síðan hafa þetta skoðan á þessu breyst sko, svo að menn vera að tala í seinni tíð þetta að veri meiri blöndun, menningar blöndun og svona. Það mismunandi hugmyndir það og svo náttúrulega kemur líka náttúrulega gyðinga elementin í þetta. Það er náttúrulega líka spurning hvað mikið að gyðingum þarna. En það sem náttúrulega mikilvægt að hafa í huga að ef við byrjum með gyðingastríðin og fall musterisins og fall í Jerúsalem 70 eftir Krist þar bil þá alltaf voru gyðingum í Jerúsalem slátrað á Rómverjum og hraktir út og Jerúsalem náttúrulega var í raun og veru þurrkuð út sem borg og síðan var hún endur nefnd þarna Ælia Capitolonum eða hvað hún hét á latinu. Þannig að arabar þekkja borgina sem ekki Jalía eða eitthvað neginn þannig. Það er ekki þetta Jerúsalem nafn. Þannig að setna meir þetta voru þá síðan kristnir menn sem þá endur byggðu borgina og borginu var aftur mikilvæg undir Austur-Rómverska ríkinu setna meir. En það þýðir þá náttúrulega þegar krossfararnir koma þarna til dæmis að það náttúrulega var mjög mikið af kristnum mönnum alls staðar á þessu svæði og eins og þú nefndir líka að meirihlutin voru ekki búin að taka upp íslam. Eitthvað út af gyðingum samt lítið af þeim, en það náttúrulega var líka vegna þess að gyðingar voru náttúrulega mjög ofsóttir líka af kristnum mönnum og svo líka þegar muslimar síðan leggja undir sér Palestínu þá notu líka gyðingar tækifærið og ofsóttu mikið kristna menn þannig að það voru tölur og svona hreinsanir á báða bóa. En mér sýnist eins og svo að menn benda alltaf meira og meira á að þarna hafi verið heilmikil blöndun og allavega mismunandi hópar. En hvernig var þetta aftur sko það voru lög þarna í tengslu við sko með að giftast sko fólki af öðrum trúar eða öðrum þjóðum og svona, það voru dæmi að sko latínumenn væru að giftast sko armenum og öðrum kristnum trúarhópum mikið það. Auðvitað líka stórir aðilar eins og til dæmis
var það ekki mitt Baldvin sjálfur Mhm. Baldvin fyrsti sem átti armenska konu Já. og svona og þá auðvitað blandast menningarnar þannig auðvitað Já. og þá voru meira að segja ykkur dæmi að sko Arabar væru að hérna, taka kristni og giftast krossförum. Já. En hvernig var þetta aftur í Jerúsalem? Þeir settu lög þar sem að múslimar voru bannaðir í borginni, það ekki allavega svona formlega? Var það ekki rétt hjá mér? Já, á tímabili þá var það mann rétt og þeir náttúrulega tóku þetta allar moskutnar og gerðu það kirkjum, gyðingum og líka útíst frá borginni. En síðan var þetta samt líka mismunandi því já, ég bara man það ekki nógu vel hvernig það var. Þetta náttúrulega var einsíðan út af þegar að múslimar síðan taka við, náttúrulega var kristum útíst og eitthvað kirkjum teknar yfir, en svo var þetta allt mismunandi líka eftir hversu ofsafengna deilurnar voru, hvaða ívilnanir menn fengu og hvað ekki. Jú, og svo eru dæmi mitt úr hérna arabískum heimildum, það var hérna maður sem allir með segi frá því að hann hafi sko arabískur aðalsmaður sem að skrifar það að hann hafi verið mitt í Jerúsalem sko og átt vini þar sko. Já. Til dæmis, þú veist, templarar sem voru vinir hans og svona og þeir hafi leyft honum að biðja til dæmis sko í það sem áður hafi verið moskan sko og segir skemmtilega söga af því það sem að hann að biðja í áttina að Mekka og svo kemur ykkur sturlaður krossfæri og hoppar á hann og segir hérna þú biður alltaf til austur sko. Já. Þetta náttúrulega alveg því lík villitrú og þá hlóðu bara templararnir á honum og tók hann til hliðar og svona dæmi svona ákveðið svona umburlendi og hérna og svona hvað við segja, vinskap þó að þetta séu þetta ekki eitthvað sem kannski þú getur yfirfært yfir á alla þjóðina eða eitthvað en kannski svona. En þetta dæmi náttúrulega sýnir líka þetta vandamálu þetta við þá sem voru nýjir voru að koma frá Evrópu. Já. Samanborið þá sem voru búin að vera þetta lengi og sáu náttúrulega að raunveruleikin var svolítið annar, séður þetta frá Jerúsalem en séður frá París eða hvað það þar sem að þá þú vildur þetta vera versla líka við múslima og múslimi sem hún tókst til fanga núna, það var kannski hann sem átt eftir að taka þetta til fanga eftir 5 ár, þannig að það var alveg hagsmunur í því líka að halda svona tiltölulega góðum samskiptum. En þessi saga, þá mitt báðust þeir afsökunar á og svo afsökuðu manninn og sögðum þetta hann væri nýkominn frá Evrópu og hann skildi ekki alveg hvernig þetta virkaði hérna. Já, þetta ég held að það talaði sem ég nefndi aðan sko, í Jerúsalem voru múslimar bannaðir sko, en í öðrum borgum var það ekki þannig sko. Þar voru múslimar að búa og stunda sína trú. Já, almennt fengu það og það snýst náttúrulega líka það að þetta kemur líka sér raunveruleiki inn í þetta. Við það sem einhver aðalsmaður þú viltu þetta fá þína skatta. Já. Og það náttúrulega algjör heimska að ætla að þurrka út tekjustofnaðina og skatttekjurnar með því að vera að hrekja fólk úr landinu. Þetta eins og hefur verið bent á með Ferdinand og Ísabellu að þetta kostaði Spænska ríki heil mikið að hrekja alla gyðingarna og múslimana úr samfélaginu. Þú mistir þetta náttúrulega heilmikill spekileiki. Jú. Og þetta hefur gífurlega áhrif. Þetta eins náttúrulega eins og með seinni heimsstyrjöld. Það náttúrulega var órökréttu þetta af nasismannum að ætla að þurrka út slavnesku þjóðurum í austri í staðin fyrir náttúrulega virkja þessar þjóður og nota í stríðsiðnaðinn náttúrulega hlutaði okkur við töpuðu. Já. Og þá náttúrulega þetta sami raunveruleiki að verki þarna og sem leiði þá til þess hægt og róli að menn svona koma kannski auðvitað miklu trúar þetta fyrst og dreyma að stofna þetta bara Kristi ríki og allir eru sammála og hvað að segja ríki Guðs á jörðu, en svo auðvitað þegar þú ert þarna og sérði þetta eru armirarnir, þeir eru nú ekkert svo slæmir, þeir trú ekki alveg nákvæmlega saman ég en þetta er alltaf þeir eru að vinna og borga sína skatta og það er kannski ekki í forgangi núna ráðast á það sko. Það er nefnilega málið og tekið þá rimmu setna sko. Já, og þá svona hægt og róli þetta bara byggist upp svona mótust við vendi eða hvað maður kalla þú aðlagar því
og svona hugmyndirna verða mildari og heyrðu, það fínt að leyfa mönnum bara að vera hægt að borga sína skatta og það náttúrulega eins sem muslima það er náttúrulega sérstak þar þegar þeir náttúrulega sérstakann hagaði að fólk myndi ekki taka upp íslam til þess að borga sín skatt en það aftur móti reyndur öðruvísi þú er aldrei þurft að borga skatta til að fá að iðka trúðina Jú, næsta sem kemst því kannski gyðingar hafa nettið til þess að borga eitthvað skatta en það hefur verið öðruvísi, það hefur verið meira svona gyðingahattur á meðan úr náttúrulega með þetta dimmi skattinu þetta í Íslam Já Það bleið sveifir töður á mér í myndin hérna Kingdom of Heaven þegar hann segir það þarna að já, svo er lengi sem þið borga skatta að fá þeir að iðka trú sína þegar múslimin að biðja því það er bara kolránt Já, á Sikilei hérna Já, í Sikilei hvað það var Já. En hérna, þetta er samt svona mikilvæg punktur við tölum þetta því við hérna að þú veist að hérna og þú veist við erum búin að nefna áður en bara þetta þú veist að það er þetta pínu á reiki hversu hátt hlutfall franka var í konungsríkinu ég meina maður sé alveg upp í 25% sko talaðum allavega í borgunum og síðan sko í borgunum virðast kristnir sko líka orthodox virðast hafa verið í meiri hluta mörgum stöðum en í sveitunum voru oft mikið voru þetta mikið muslimar og svona en þetta er bara svolítið svona öðruvísi heldur en við kannski sjáum þetta fyrir okkur til dæmis þetta í dag eða setna meira á miðöldum þegar þetta eru miklu og þeirra menn eru kannski að bera þetta saman við svo Ísrael og svona eins og við komum að hérna áðan sko Já Svo náttúrulega líka áhvert að sjá til þess að það gerði síðan setna mér þegar til þess mammulúkarnir síðan taka yfir þetta svæði en þá voru þeir mjög strangi hvað það varða að gyðingar þurftu þá að vera með heldur gula svona, hvað er ekki bara turbani Já, þurftu að vera með gula turbani og kristinmenn þá með bláa og þá þátt þess að skilja að og þá til dæmis var þeim bæði gyðingum og kristum bannað til dæmis að ríða á hestum í borgunum og hínur þessar svona reglur til að skilja þá frá múslimunum og minna þá að núna væru múslimandi komnir og væru herrastéttin en það er alltaf líka mikilvægt að hafa í huga þetta voru þetta sérstaklega mammulúkarnir sem voru uppteknir af þessu ekki til dæmis aðrir múslimar seljúkar til dæmis sem hefur verið náður Já en hérna en ef við tölum þessu stjórnkerfið þarna þeir náttúrulega komu á sko tóku þetta með sér sína siði í stjórnsýslu sem er þá vestur-evrópska lénskerfið og þetta er eitthvað sem að hefur rannsakað mikið og örugglega alls konar nýjar og gamlar rannsóknir á þessu en svona sem að mér sýnist sko er að þeim tókst ekki að innleiða sko eins lénskerfi og var í Frakklandi en þeir svona reyndu að gera það á yfirborðinu og það blandaðist mikið við stjórnarhætti sem að voru fyrir stjórnarhættirnir sem voru fyrir voru þetta stjórnarhættir sem að Arabar höfðu komið með en eimaði líka eftir að gamla bísanska stjórnkerfinu og þetta svolítið blandaðist svolítið saman á hennum ýmsu svona stjórnstigum þannig að þú varst eiginlega með oft svona á efsta stíginu varstu með svona italienskerfis fyrirkomulag konginn og svo varstu með barónana og þeir áttu sín lönd og svona en síðan oft þegar þú varst komin nýr á sko lægri stig og það sem þú varst líka með hinnar ýmsu þjóðir og svona þá oft svona út af þetta meðal annars út af nauðsyn að þá svona héldu hinnir ýmsu hópar áfram að halda sínum lögum og sínum svona forna rétti oft eins og oft er og svo er það líka kannski það að þetta er auðvitað öðruvísi samfélagaldurinn í Vestur-Evrópu þetta er miklu meiri borgarmenning þarna heldurinn var í Frakklandi þú varst náttúrulega með borgir og ekki svona þessar stóru landeignir eins og þú ert með í Vestur-Evrópu og líka krossfararnir eða þú veist aðalsmennirnir sem að fengu löndarna þeir voru náttúrulega færri það var alltaf svona eins og þú sagðir áðan sko, skortur á fólki og þá þarf maður svolítið að bregðast við því þannig að það var kannski sko menn voru að erfa mikið lönd sko til margra mismundi barna og svona var minni kannski svona valda samþjöppun kannski landeiganda svolítið svona eins
eins og varð þetta í Vestur-Evrópu svo fyrst þess að sterku öflugu greifa og hertoga sko sem og svo ertu þetta með borgarmenninguna líka sem að spilar inn í þannig að þá fáum við svona módela sem að sko og peningahagkerfi líka sem var öflugra á þessu svæði fyrir og líka sem afleiðing af þessari verslun sem að var svona höfuð kannski svona mikilvægur hluti af efnahagi þessa ríkis heldur en kannski landbúnaður eins og var í Vestur-Evrópu fattaru þannig að sko eins og í Vestur-Evrópu náttúrulega auðurinn eða valdið fylgir landareigninni skilur því það það sem að verðmætin verða til hérna þetta kannski aðeins öðruvísi dýnamík þannig við fáum svona dýnamík það sem að sko barónarnir eða þú veist aðalsmennirnir landeigendurnir þeirra vald ekkert endilega byggt á sko út í héraði þeir eiga landareignir út í héraði en þeir eru mikið í borginni þú veist, þeir hanga mikið í borgunum og svona hirð konungsins svolítið þar svolítið þessu við eftir að sjá sko seinna í Evrópu þú veist, þegar við komum inn á einveldistíman og það sem að þetta kemur sem afleiðingu þessu þetta þá kannski konungsvaldið aðeins öflura kannski heldur en ella þannig að til mis barónar og greifar og aðalsmenn í Vestur-Evrópu þeir náttúrulega á þessum tíma gerðu bara það sem þeim sýndist sko þú veist, þeir fóru bara í stríð við kongin ef þið vildu eða skilur whatever, en þarna var það var þetta aðeins öðruvísi sko og svo auðvitað líka þessi endalösa neyð auðvitað, það alltaf stríð það alltaf, þú veist, það kannski friðatímabil nokkur ár og svo kemur stríð í nokkur ár og svo aftur friður og það svona endalaust að þetta eru þetta svona frontier einmitt og það alltaf þjappar þetta munum saman að þú ert alltaf með sameiginlegan óvin en það samt áhugavert að sjá líka hvað var mikil sundrung, ekki svo mikil sundrung að menn voru að fara í stríð hvort með annan eins og í Frakklandi til dæmis eða annars staðar í Evrópu en samt áhugavert að sjá þessar deilur líka alltaf á milli þeirra en svo auðvitað vegna þess að þetta einmitt auðvitað þetta var samfélag sem auðvitað lifði það í stöðugum ótta auðvitað og stöðu ógnu auðvitað það þurfti ekki meira til en að kæmi einhver sterkur leiðtogi frá steppum miðasju eða hvað það var einhver nýr hörseðingi frá tígrið til dæmis eins og Saladin sem myndi ná að sameina múslima og geti þá þetta kallað upp óhemmi mikinn herafla til að ráðast á þessi krossfæraríki það til dæmis musterisriddararnir í Jerúsalem það voru bara 300 riddarar í borginni og svo eitthvað fleiri annar staðar en það samt mjög áhugavert hvað þetta voru oft hvað riddararnir oft voru fáir það líka merkilegt hvað þessi riddar voru effektív stríðst tól þó þau væri oft svona fáir og það náttúrulega því þetta eru gæði í staðin fyrir magn en eins og Stalin sagði magn eru ákveðin gæði í sjálfu sér jú en þetta sjáum náttúrulega líka hernaðar yfirburði Evrópu því svona þungvopnaður riddari var náttúrulega margfalt öflugari heldur en margir á svona létt brynvarða riddarliði eða hermönnum hvað að segja, Egypta, Tyrkja og allt þetta þannig að þess vegna að þú náður að safna saman og mikið á svona riddunni svo var mjög dýrir rekstri líka ef þú náður að safna þeim saman þá var þetta alveg gífurlegur hernaðarkraftur þannig að þess vegna segði vinna svona oft og þess vegna náttúrulega segði náðu að halda úti svona lengi að Evrópa náttúrulega hafði hernaðar yfirburði en það var líka stór hluti held ég af því af hverju það var svona mikið peningum þarna það var líka vegna þess að það var stór iðnaður líka að selja fanga þannig að endalausu hernaður og það var svo alltaf verið að taka ykkur til fanga og þú drafst venjulega ekki alla fangana það voru léleg viðskipti þrælaverslun var náttúrulega bæði þrælaverslun en líka bara selja aftur til fjölskyldunar eins og bara með að lausna fé Ríkar Ljónshjarta þegar hann var tekið til fanga og færður keisaránum heila rómarska keisaradæmi en þá þurfti til dæmis þá fjölskyldar sér Englandi út að safna saman óhemmi fé til að kaupa hann lausna fé og þetta til dæmis var og þetta auðvitað ítir náttúrulega undir verslun og undir peninga og notkun á peningum að þú þurfti alltaf að vera að kaupa menn lausa Þetta þekkja menn sem að spila Crusader Kings Já, það ekki
Einmitt. Og þess vegna alltaf svo áhugavert líka og þetta sakfræðingar velt í fyrir sér náttúrulega að ef það hefði tekist til dæmis að leggja undir sig Egyptaland að því það var þetta sérstaklega gott tækifæri þarna og til dæmis það tókst þeim nú að taka til dæmis Alexandríu og einn af þessum konungum Jerúsalem tókst nú það en hann samþykti þá síðan eða tók á móti þá greiðslu gegn því að halda aftur heim og vell auðugur og heilmikil auðæfi en ef það hefði tekist auðvitað að leggja undir sig Egyptaland og byggja þar upp sterkt kristið ríki þá hefði við alltaf verið að nota auð Egyptalands til þess að verja krossfararíkin og þá hefði sagan geta farið allt verið sinn þú veist, þetta getur maður alltaf verið að spá spekulera en ástæðan fyrir því líka af hverju sakfræðingar benda á þetta vegna þess að krossfararnir og aðalsmennirnir þarna gerðu sér fyllilega grein fyrir þessu að þeir voru í mjög viðkvæmri stöðu og þurftu meiri dýpt og meiri lönd til þess að ná að standa gegn þá auðvitað hinum að þessum hershöfðingjum sem dreymdu að endurheimta þessu lönd Jú þessi krossfararíki Já Handanhafsríkin eða hvað maður að kalla þetta útlönd ef maður reyna að þýða ef maður þýðir þetta átremer beint Já þá er þetta náttúrulega bara útlönd eða Handanhafslöndin eða Handanhafslöndin, já Þú varst það svolítið fyndið, það er ekki sem kallar að það en krossfararíkin, ekki það sem við köllum þetta Jó, við köllum það sko Já En svo er líka áhugavert með pólitíkina og geopólitíkina og svona í þessu þarna, þú veist að Jerúsalem verður bara svona eins og ég sagði áðan, þetta er runni bara svona fellur bara svona inn í samfélag þjóða þarna eða ríkja Já. Og það er alls ekki þannig að þú veist að þessi ríki Jerúsalem, Antíókía, Trípoli og Edessa hafi alltaf staðið saman sem ykkur blokk gegn öllum hinnum múslimsku ríkjunum eins og maður hefði örugglega haldið sko. Þvertamóti það var bara þú veist, á þessum 100 árum sem að fyrra konungsríkið var við lýði sko. það var alls konar bandalög þvers og kruss sko, á milli trúabragða og einhverjum tímpúnti þá voru nú held ég Antíókía sko, undir Jerúsalem og Jerúsalem til dæmis átti alltaf mjög gott samband við emirinn í Damaskus og með þess að bandalega á tímabili og var í svona bandalag og átti gott og þeir gátu þetta svolítið svona í pólitíkinni þetta svona, það sem var auðvitað hluti að leiknum var ofta að spila kannski fólki upp á móti hver öðrum og svona og þá ertu þetta með þetta tímabila áður en að Saladín kemur þar sem auðvitað múslimsku ríkin í kring eru ekki sameinuð og eru bara margir litlir emírar og furstar sem auðvitað eru bara með sitt eigið agenda og hagsmuni sko sem að rétti þessu krossfararíkin eru það líka með sitt eigið og bara sætnótaði minnst til dæmis Antíókía sko það ríki sko var alltaf bara í eilífum dansi við Austurnorska ríkið sko þar snýrist öll pólitíkin sko annarkvort að vera vinur þeirra eða vera lénsmenn þeirra eða vera óvinur þeirra vera í stríði við þá eða ekki og með hverjum og svo framvegis og endaði síðan með því að það var svona hálfgert leppríki þeirra held ég sko einmitt en það er það náttúrulega alltaf mikið einföldun og náttúrulega kolránt að þarna hafi verið alveg skýra línur þetta var allavega samkurl og mismunandi hagsmunur alltaf það sem er náttúrulega áhugavert líka með sögunu það er að hugmyndafræði og trúabrögð og menning og allt þetta skiptir þetta miklu máli en sem náttúrulega er alltaf þessi svona kaldi pólitíski raunveruleiki sem stýrir fyrst og fremst realpólitík það er einmitt það enda kaupi ég alveg það sem John Mearsheimer er að segja stórveldapólitíkina og realisman og allt þannig ég er náttúrulega staðsett mig út af þar í stjórnmálafræðinni enda mjög mörg dæmi það og þessi sagur er náttúrulega líka bara gott dæmi það hvernig raunveruleikin þarna skiptir mikið meira máli heldur en hugmyndafræði frá Vatíkaninu og það er kannski líka þetta með svo 4. krossferðina 1204 það auðvitað dæmi bara eitthvað sem að byrja sem eitthvað krossferð til þess að bjarga Jerúsalem sko en endar síðan bara sem eitthvað svona
bæði svona fjármálaævintýri sko og svo náttúrulega bara blandast inn í valdatafl í Konstantínópel. Já, og möguleikar. Einmitt. En já, eitthvað meira áður en við förum í narratífið kannski, svona, þetta ég að tala aðeins það, eða kannski eitthvað fleira svona með þessu menningalegu þætti sem þetta í hug? Menn er náttúrulega líka að tala læknisfræðina. Hún til dæmis hefur haft áhrif að auðvitað þarna, já, auðvitað þegar þú varst í stöðum hernaði, það er náttúrulega mikilvægt að vera með lækna og auðvitað mismunandi aðeins hefðir á milli þá, hvað var að segja, svona þessara evrósku lækna og þeirra í Mið-Austurlöndum en og menn auðvitað lærðu þá þarna af hvora öðrum auðvitað, en það voru mjög oft náttúrulega gyðingar sem voru mjög oft læknar og en svo náttúrulega líka mikið auðvitað af kristnum örbum líka sem hafa verið læknar þarna í Mið-Austurlöndum og já, það hefur líka verið tekið fram svolítið svona komist, verið að gera grín að villimennskunni hjá evróskum læknum, svo til dæmis eitt dæmi sem oft segir sögubókum, þar lá með hermaður með sýkingu í fæti og arabíski læknirinn lagði til að það veri borið að þetta einhver smyrslu og eitthvað svona og evróski eða franski læknirinn segir að það sem helvítis kjaftaðið og tekur upp X-ina og segir að það ekkert annað að gera en bara að fjarlæga fótinn og maðurinn mælir eitthvað gegn þessu og þá svarar læknirinn að þú getur dáið nú með 2 fætur eða þú getur lifað af með 1 og svo fjarlæði hann fótinn og svo dó maðurinn einhvað síður en menn þú veist náttúrulega lærðu þau líka af hver öðrum en stundum hefur verið svolítið málað þannig að þessi arabísku læknarnir hafa verið mikið færari en það var ekkert það var náttúrulega bara mismunandi kukl alveg sama hverju voru Brasilíu, þú veist það var verið að tappa blóði á mönnum og hitt og þetta, andasæringar og hvað það var og stundu virkaði einhverja hluta vegna eða sem þetta var tilvíðlega, menn þetta lærðu þetta svo líka af hver öðrum, nota einhver smyrsl og svona. Þetta auðvitað líka svo með, við vorum að tala þýskurítarregluna og hún alltaf upphafsitt auðvitað í kringum þessa spítala auðvitað og náttúrulega Jóhannesarritararnir auðvitað voru svona til að byrja með og svona hluti af þeirra svona starfsemi þetta var að hjúkra sjúkum þannig að og þarna ertu með alveg tengsl kannski svolítið, nú þekkið þú það þetta mjög vel örglega hvernig sú arfleifð færist kannski yfir í hvað við segja svona hernaðar hjúkrun á vígvöllum í Evrópu sem síðan kannski leiðir beint og óbeint kannski til hluta eins og Rauða krossins og mann gerir það og eitthvað svona sko. Það er náttúrulega áhugavert út að sjúkrahús og eins sjúkrahús sem við þekkjum í dag náttúrulega eiga sína rætur rekja til miðalda og til þá einmitt þessara kristnu sjúkrahúsa eins og svo margt annað hjúkrunarheimilin líka eiga rætur sína rekja til klaustrana og til dæmis eitt af því sem er notað þegar við verðum að leita að klaustrum til dæmis á Íslandi það hefur verið einmitt að leita að jurtum og þá fornleifum þess að þá plöntu fræ og plöntu leifar að ef þú finnur þá til dæmis ákveðnar lækningajurtir þá er þá náttúrulega bendir það til þess að þarna hafa til dæmis verið klaustur og til dæmis mörg klaustur á Íslandi voru með hinur þessar svona lækningaplöntur sem munkarnir og nunnurnar voru að rækta til þess að nota þá einmitt til þess að hjúkra fólki. Þetta hefur verið alltaf mikilvægur hluti út af kristninni og bara á setni tímum að ríkisvaldi hefur tekið yfir þessar stofnanir og það endar þannig að megnið af ekki bara hjúkrunarheimili og sjúkrahús, þetta líka skólar og háskólar og slíkt náttúrulega mjög innblásið og ef ekki einfallega bara afsprengi kristindómsins eða kristninnar enda náttúrulega þetta gera þættir náttúrulega líka bara það Já en með þetta að því að þú nefndir Kingdom of Heaven ég tók mig til í gærkvöldi og horfði á Kingdom of Heaven að því ég var svo inspireraður af þessari sögu og ég er ekki búin að sjá það myndi í mörg ár og þetta er áhugaverð mynd, ég meina það er góð skemmtun góð skemmtun en sko þessi mynd er
þessi myndir er bara sögufölsun þú bara sagt það þannig en alla myndir þar hann segir það veist, en þetta er í rauninni það ætti ekki Ridley Scott jú, það ætti að koma bara texti sem segir bara þessi myndir byggða á sannsögulegum atburðum en er fiksjón nákvæmlega af því að sko það er svo margt í þessari mynd sem bara þvílíkt bull sko eins og þetta sem þú nefnir hérna og alls konar svona þetta er svo þeir eru að slá alla til riddara þarna og þú veist já, fullt af hlutum þarna og svo líka bara, þú veist, þetta eru alvöru karakterar í myndinni sem að gerðu bara alls ekki það sem þið gera í myndinni nei bara til dæmis þetta með að Bailey sko aðal karakterinn í myndinni sko, þú veist að hann er látið koma frá Frakklandi og hann út af sjálfsborði konuna sinnar og þetta er bara fiksjón sko algjörlega, veist, þetta er bara búið til, hann var náttúrulega bara fæddur í konungsríkinu Jerúsalem og var algjör var mjög trúaður og dannaður aðalsmaður og líklegast hefði hann og drottningin ekkert og lítið með hvort annað að gera og svo líka þessi en ok, ef við tölum að þessum svona fall konungsríkisins að því við erum fyrst við erum komin inn á þetta það sem að því að myndin Kingdom of Heaven þetta snýst svolítið fall konungsríkisins og þá er auðvitað þetta með múslima náttúrulega, hvað við segja kostu, hvað við segja jarðvegurinn sem að konungsríki Jerúsalem verður til í og jarðvegurinn sem að konungsríki Jerúsalem sko þrífst í er sundrung múslima auðvitað og það eru þarna það sem að gerist á 12. öld er náttúrulega að múslimsku ríkin byrja að saminast það er þessi Sengi heit hann ekki Sengi þessi tyrkneski herfóringi frá Mósul hann var rosalegur sem að svona byrjar svona þann prósess miðja 12. öld hann var rosalegur hann alveg framdalur sko hryllilega glæpi og það sem hann til dæmis refsaði sem hersöðingjum sínu með því að senda því útlegð og gelda þá elsta sonu þeirra og hann dæmdi eina konunum sinni til þess að vera hópnauðgað í hesthúsi og það sem hann horfði á það síðan og framdi allar hann geldi mikið, eða vannaði mikið á strákum var með sem sett til ánægju indusauka og bara síðast til ánægju indusauka hvernig sem hann vil orða það er líka áhugavert það er alveg stór hluti ég veit ekki, þetta er að vera þema hann var alltaf að taka upp eitthvað svona en þetta byrtist alltaf upp en þetta er svo mikið hluti af söguna því það er alveg ég var að lesa bók núna bara Jerusalem a biography er ekki eftir hann Montefiore Montefiore, heitir hann það ekki? Ég þekki það ekki hann er allavega að skrifa fullt á svona vinsæll hvort það sé ekki breskur svona vinsæll sakfræðingur svona að skrifa hín og þessa bækur allavega og hann er þá til dæmis líka að nefna svona hluti en það var það alltaf stór hluti af þessu líka nautna lífið þarna menn þetta voru að drekka sitt vín líka múslimar auðvitað og heilmikið auðvitað vændiskonum og það til dæmis að tala það í arabískum heimildum að mörgum fannst frönsku vændiskonur þetta mjög áhugaverðar sem var náttúrulega heilmikið af því sem hafnaborgum að þjónusta ítalska sjómenn og krossfara og pílagríma og hvað það var ekki krossfara voru þeir ekki krossfarana líka og biskupa og það var svoleiðis sollurinn og svallið og spillingin í þessari heilugu Jerúsalem að það er alveg ýmsar sögur þess efnis og einsötuðust menn voru með sitt harem og og þessi kall hvað sagðir ég, hvað hétt hann aftur? Hann Sengi, hann auðvitað var liðið miklu svartlífi og hans líf endaði með þannig að það var þræll sem stakkan og drap hann það var vegna þess að og þrællin gerði það vegna þess að hann var hræddur hann ætlaði núna að láta drepa hann vegna þess að hann hafði drukkið af úr glasur hans og þurfti ekki meira til en Saladín til dæmis hann var í þjónustu þessa manns Nei, hann var í þjónustu sonar hans var það ekki? Já, sonar hans, jú Núra al-Dín Jú, það er rétt
Já, það er rétt. En mér langar að skjóta þess inn, þú nefnir hérna Sollin í Akre og hérna og Jerúsalem og maður svona heldur að þessir krossfarar hafa verið svo hreinir sko, en til minnst það þreifst sko þrælahald í kristna konungsríkinu Jerúsalem sem að, og þá auðvitað á fólk, náttúrulega ekki á kristnum sko. Nei. En þetta er áhugavert auðvitað því að það er auðvitað, þetta er auðvitað það leiti sem að þrælahald er að hverfa svolítið úr kristnu Evrópu. Já. Og kirkjan auðvitað barði svolítið fyrir því, var það ekki? Já, mjög svo. Stóð fyrir því, en svo auðvitað koma þær inn í heimsluta það sem að þrælahald er náttúrulega bara hluti að daglegu lífi sko. Og þetta er náttúrulega gott að líka alltaf þennan raunveruleik og það er eins með Jóhannesarrittarana. Jóhannesarrittararnir öll ár stórgræddu á þrælahaldi og þeir voru alltaf bara sjóræringar líka þegar voru á Möltu. Það voru þeir að sigla galliðum sínum og stunda sjórán og gera strandhögg og taka á einmitt múslima sem þræla og selja og græddu mikið á því. Já, líka bara aðeins bara side note aftur það sem ég var að nefna hérna í byrjunum með hérna feneyingan á ítölsku borgirnar og siguriðnaðin og svona. Já. Og ég var að lesa það sko að hluta af því var einmitt svona þræla plantekrur sko. Já. Sem að við sjáum síðan auðvitað verða svona aðal efnahagsmódelið í nýlindunum setna sem er eitthvað sem að ég hef ekki heyrt um og var alveg til að lesa meira um. Já, mitt. Í Miðjarðarhafi sko. Já, mitt. Það er aðeins að skoða það betur áður en fyrir að tala meira um það. Við þurfum líka að taka fyrir Feneyjar. Já. En ok, múslimar saminast og Sengi, hann tekur hertóðdæmið Edessa sem að þú nefndir hérna alveg upphafi og það verður til, þetta við erum að tala um hvað er ekki 1144, eitthvað svoleiðis það leiti og það auðvitað er mikið áhugjefni fyrir krossfara því að Edessa er svona strategist staðsett hertóðdæmi mitt upp á verja meðal annars Jerúsalem og öll krossfara ríkin, þannig að þetta slær hérna hringir viðvörunarbjöllum í Evrópu og þá er efnt til annarar krossferðarinnar 1140 og nú er ekki með þetta fyrir frá mig 47-48 eða eitthvað það leiti, þetta er nú að vera með þetta hérna ég man þetta ekki 1147-49 já og þannig að við þurfum að fara í svo sem smáatriðin í því þá sem sagt koma þar ferskir herir frá Evrópu og þá er það kongar sem koma til þess að verja ríkið og þá kemur einmitt þessi svona árekstrar einmitt það sem að evrópsku kongarnir þetta var hérna Filippus annar Filippus annar held ég frakka konungur nei, fyrir ekki, hann var setna af Lúðvík 7. Okay. af Frakklandi og svo var þetta náttúrulega Konráð 3. Rómarkeisari í vestri þessum að og þeir koma að og herin þeirra er meira og minna þurrkaður út í litlu Asíu og svo koma þeir hérna í mýflugumynd suðrættir og svo byrja alls konar persónulegt dramamaður framhjáhald með drottningunni Elenor og hitt og þetta sko og svo er þetta allt einhverja svona þetta er alltaf allt franskir aðalsmenn sem allir gifti hver öðrum og svona líka í Jerúsalem þetta því líka ætta tengslin sko og enda með því sko að þeir taka þessa afdreifir ykkur ákvörðun sko að ráðast á Damaskus sem að hefur verið sko mjög gagnrýnt af samtímamönnum og af sagnfræðingum alla götu síðan sem algjört disaster af því að þá misti konungsríki Jerúsalem þarna sinn helsta bandamenn á svæðinu sem var einmitt emirinn í Damaskus sko og það varð þá auðvitað meðal annars til þess að Sengi eða man ekki hvort Nur al-Din fyrir ekki sem er sonur Sengi hann er þá fær þá Damaskus inn í sitt og nær að sameina Sýrland það er líka sem ég einmitt bent á það var einmitt líka hræðslan við að hann myndi ná Damaskus hvort þið þannig að menn ætlaði að reyna að vera á undan en jú þetta er eini bandamaðurinn og svo er þetta líka alltaf með svona sögu sko
þú veist, við erum með miðaldaheimildirnar sem gefa upp ákveðna mynd. Já. Það oft það sem að hengur mjög sterkt í okkar seinni tíma skilningi á hlutunum. Já. En síðan náttúrulega síðari tímum þetta fara alltaf að koma alltaf einhverju sem benda á, þú veist, nýtt sjónarhorn og svona, og ég hef alveg heyrt það líka sem hafa sagt að þetta hefur kannski ekki verið svo galin hugmynd og svo framvís. Nei, mitt. En það allan að fór svona og hægt og rólega ut að þá breytist jú það aðstæður þarna og eins og nefndir, veist, það sá jarðvegur sem þessi ríki þrifust í, sem var ju þessi sundrung og valdabrölt og svona óstjórn að ýmsuleyti, hún alltaf breytist með því þetta að Saladin síðan nær að verða aðal maðurinn hérna og sameina öll þessi ríki. Tölum aðeins Saladin, mjög frægur karakter. Já. Mögulega eitt frægasti leiðtogi múslima allra tíma. Já. Sko, að þú varst að nefna Kingdom of Heaven, sko, svo mynd áttu upprunalega fjall Saladin. Já, áttum það. Já, ég sá það að ég vissi það ekki. Hann ætlaði sér fyrst að gera mynd Saladin. Já. En veigraði sér við því að þetta var rétt eftir 9/11 og það hefði ekkert verið svo vinsælt kannski, ekkert selst svo vel, sko. Nei. Þannig þá ákvað hann að búa til þessa legasögu þarna í kringum Bailey og það allt saman. En Saladin, hann náttúrulega undirmaður Núr al-Dín sem nær völdum í Egyptalandi, nær síðan að hann yfirbugar Fatamita í Egyptalandi, það ekki? Jú, það alltaf voru krossfararíkinu þetta líka að reyna að komast til valda og voru alveg merkilega nálagt því. Já, og Saladin gerir svo, ekki rétt munað hjá mér, hann gerir valdarán gegn Núr al-Dín og nær síðan þá að komast til valda í öllu ríkinu og þá er hann búin að taka þá og hann er búin að sameina Egyptaland og Sýrland. Já. Þá runni Jerúsalem umkringt allan hringinn af sameinuðu íslamsku veldi. Og þá erum við að tala þegar svona fer að síga á seinni hluta 12. aldar og þá byrja svolítið krísa í konungsríkinu Jerúsalem. Og það tengist auðvitað líka því að það er erfitt að manna krúnuna. Já. Það er erfitt að finna leiðtoga í Jerúsalem. Það hangir náttúrulega líka saman með því náttúrulega Baldvin, man ekki númer hvað hann var, sem var holdsveikur. Hann var 3. held ég. Já, er það ekki. Hann náttúrulega lést síðan bara 22, 3, eitthvað þannig. Nei, sorry, hann var 4. Hann var 4. Baldvin 4. Ok. Hann var mjög fær leiðtogi, heillandi og flottur leiðtogi, en við tæmum með holdsveiki og holdsveikin fór mjög illa í hann. Hann afmyndaðist alveg hryllilega. Já. Og var mjög veikur hann að leiða nokkra orustur og til dæmis sigra Saladin í orustu og eitt skipti til Saladin að flýja á úlvalda og réttna að berga lífi sínu. Já. En hann náttúrulega lést ungur og náttúrulega í kjölfarið því þá náttúrulega voru mikla svona deilur að hver eigi að leiða þetta og var ekki, já, því hann eignaðist enga afkomendur vegna þess að menn var hræddur að holdsveiki myndi líka smitast við kynlíf, þannig að hann gat ekki eignast erfingja. Nei. En sko hann átti, þau voru systkini Baldvin 4. og Sibylla. Já. Og þetta eru þá náttúrulega þetta aðal karakter þetta í myndinni. Jöp. Og þegar að sko Baldvin deyr að þá, eða sko Sibylla hún gift Guy de Lusion. Og þessi Guy sko, sem náttúrulega vondikallinn í Kingdom of Heaven, það verðist vera svona arfur frá sagnariturum miðalda og hann er ekki vinsæll í sögunni. Nei. Og hann er oft spilaður upp sem svona frekar misefnu típa. Já. Ekki kannski svona þessi vondi kallendileg sem hann byrtist í myndinni Nei. Give me war. Já, nákvæmlega. Já, alls ekki þannig. En einhvern veginn svo vantaði kannski svona karisma eða vantaði svona hvað kallaði eitthvað svona leiðtogahæfileika, hann náði ekki að sameina alla þessa fursta og greifa og bakvísi. Og svo er líka það sko að
sem alltaf sýnir hvað þessi mynd fáranleg að sko hann giftur Sibylla og hún raunni réttmætur erfingi krúnunar og þú veist og allir í hirðinni sko þeim líst illa á það að því að þessu segir, ég meina fólk sér að hann ekkert góðu kandidat til þess að stjórna nei. Og Baldvin sér þetta líka þannig að Baldvin sko bindur þannig hnútana að hann lætur sér sagt son Sibyllu úr fyrra hjónabandi sem þá bara barn gerir hann að sér sagt ríkiserfingja eða hvort að reglurnar hafi verið þannig að hann myndi erfa hvað sem mjög líklegast það þannig og það hvað heit hann, Raymond örgulega Raymond hétu allir að sama þessi gaurar sem var greifinn í Tripoli sem að karakterinn Tiberius svona lauslega byggður á í myndinni Kingdom of Heaven eða Tiberias sem leikinn á honum hvað heitir hann? Liam Neeson? Nei, ekki Liam Neeson. Nei, það blandið saman. Það hann Jeremy Irons. Já, alveg, hann þarna, já. Sá karakter svona lauslega byggður á honum. Hann svona svo stjórnari sem svona regent fyrir hennar unga kong. Já. Og þetta var þá rauninni, menn voru mikið að binda voni við þetta, sko, þess að komi veg fyrir að Guy de Luchon tæki við, sko. En sko það sem að gerist í raunveruleikunum að stuttum alveg sagt sko þá deyr strákurinn og það í rauninni Sibylla sem að sko stendur alltaf við bakið á sínum manni og hún plottar gegn öllum hinnum til þess að koma honum til valda skilurðu, þvert á það sem að þessi mynd segir sko einmitt þvert á það. Þannig að þú veist þegar í Harbakkan sló sko þá var hún í rauninni svo eina sem stóð með honum og leiddi hann til valda og hann þá þessi misheppnaði konungur sem í rauninni tekur afdrifaríkar ákvarðanir sem verða til þess að konungsríki fellur af því að sko Saladín auðvitað náttúrulega miklu öflugri hernaðarlega séð og rétt eins og Ísrael þá hafði konungsríki Jerúsalem enga svona strategíska dýpt. Nei. Og það hefur verið talað þetta með sko Saladín hefur sko hann getur alveg tapað mörgum orustum af því hann býr bara til nýjan her sko. Eins og hann gerði, það rótil hvað tapað oft og það einmitt það, hann gæti alltaf bara kallað út neja og meðan sko Jerúsalem hafði ekki efni á því sko. Það var nákvæmlega sem gerðist þarna 1187 að þeir taka þessa afdrifaríku ákvörðun sko þegar Saladín ræðst inn í ríkið og þeir ríða út sko, fara úr öruggri stöðu í Jerúsalem með svipa stóran her aðeins minni kannski og ríða gegn sko Saladín í orustuna við hattinn það sem að þeir sko hafa ekki aðgang á vatni og Saladín gjörsigrar konungsríki Jerúsalem bara í einni orustu og þá þetta bara búið sko. Það var búið. Þá voru að tala svona eins og þau eru töluðum í síðasta þetta hvað orusta var hættur Grunwald, já búið einmitt. Það áhugavert að vera með ríki sem svona sterkt út en á sama tíma svona viðkvæmt það bara einorusta þá eins og þarna eftir orustuna hattinn þá bara rjóminn fallinn allir riddararnir eiginlega eru döðir eða takkt til fanga og þá þetta einmitt búið. En síðan mér líka áhugavert og Saladín skrifa mjög vel Saladín í evrópsku miðaldaheimildum og Saladín dæmi svona þennan göfuga og góða riddara og hann leyfði til dæmis svona Íbelin þetta það ekki? Nei, Balian, frá Íbelin Balian frá Íbelin, Orlando Bloom leyfði honum þá að fara hann var ekki ætlaði að ekki fara til Jerúsalem þetta ná í eiginkonu sína eða hvað það var og þá sem mitt eiginkona hans var sko og ég skildi okkur að breyta þess að þetta er svo miklu flottar í sögunni því þá borgin tóm eða tóm af hermönum þú veist að hvort það var hægt að nurla saman einhvern 50 riddurum eða hvað það var eða minna en það kannski allavega og borgin grát biður hann að hjálpa sér einmitt. Og þá segir hann og hann var búin að gefa Saladín orð sitt hann var búin að lofa að hann ætlaði ekki að berjast meira
og þá skrifar hann bréf og sendir til Saladins og segir að bara því miður sem riddari verður að ganga bak orða sinna og hann verður að taka þetta að sér og hjálpa borginni þegar búið grát biðjan þetta og Saladin fyrirgefur honum þetta. Þetta var auðvitað svo göfugt. Og veitir konunni hans og börnunum hans öruga leið sko til Akre eða og meira þess að gefa þeim gjafir og allt, þannig að þetta er voðalega áhugavert og mjög áhugaverð saga og Saladin náttúrulega mjög sérstakur leiðtogi ég leta hann drepa menn eins og aðrir en það er samt áhugavert að hann reynda takmarkaði eins og hann gat og til dæmis með syni hans eitt skipti var bað sonur hans hann að gefa honum sér að kristna fanga þannig að hann geti tekið á lífi og þá neitaði Saladin og það var einmitt til þess að strákurum myndi ekki komast upp á bragðið hann myndi ekki líka við það og myndi finnast gott að drepa. Nei. Og það er áhugavert og það er margar sögur af Saladin sem líka fellir tár og að gráta yfir hinu og þessu svona hryllingi. Já, en hann hálsjó þetta er náttúrulega þessi saga sem við vitum orustuna við hattinn það sem að Saladin tók sko þetta er náttúrulega svo svakalegu sigur þeir náttúrulega þurrk út allan herinn þeir taka konginn Guy de Luchon og þeir taka vondakalli Reynald de Chatillon sem er náttúrulega mjög áhugaverður karakter í Kingdom of Heaven líka og það er líka Kingdom of Heaven svo asnaleg mynd þetta er svona svo gömlu þýsku myndinni maður svo Stalingrad og Das Boot og svona sem að sko veist, allir þýsku hermennir eru sko bara svona góðir og eðlilegir skiluru vilja ekkert með þetta stríð gera neitt og svo svona einn vondur SS-kall skiluru og það er svolítið þannig sem að Kingdom of Heaven er sýnt sko allir eru svo góður og umbörulendir og nema náttúrulega templararnir og svo Reynald de Chatillon og þeir en þessi saga það sem að hann það sem Saladin hálsheggur hann persónulega fyrir hans glæpi hann hafði náttúrulega tekið systur hans þegar hann var að ráðast á svona verslunarlestir múslima og hann drepur alla templarana nema hann aðal stórmeistara musterisritarreglunar og það eru þetta náttúrulega mjög margir sem eru teknir að lífi þar, stríðsfangar hann bauði þeim að taka Íslam fyrst það er áhugavert, hann bauði þeim öllum að taka Íslam og það voru sárafáir sem gerðu það en flestir neittu og völdu fyrir að deyja ég vil líka bara skjóta það inn en það sem er líka svo mikilvægt að gera sem grein fyrir því að þegar hann segir að taka lífi þessa rittara musterisrittara, jólasrittara þá er hann alltaf að taka lífi algjöra elítu hermenn þú veist, eitt svona musterisrittari var á við marga venjulega arabíska hermenn þannig að það var líka mikilvægt að hafa það í huga því þá náttúrulega sýnir ennþá betur hvað þetta var gífurlegt tap þetta er alltaf bara Stalingrad þetta er stærri en Stalingrad stærra en Stalingrad þess tíma þetta er stærri en Stalingrad og stærri en Mansikert og stærri en Grunwald, þetta er bara ég veit ekki hvað maður að bera þetta saman við þetta er bara hattinn það er góð punktur en var þetta Saladin, hann er svo áhugaverður því að hann er svo hafður í svo miklum hávegum og það er auðvitað kannski arfurinn held ég af bara þú veist miðalda heimildirnar vestrænu voru alltaf svo jákvæðar tölu alltaf svo jákvætt hann einmitt út af þessari rittaramennsku sem talur og svona og síðan er hann líka lýst sko sem er svakalega hernaðasnillingi og ég var aðeins að spá í sko í það því að sko hann vinnur náttúrulega gríðarlega sigur í hattinn og það var mikið veit ég ekki nákvæmlega smáatriðin í því hverjum það var að kenna hvort það var heimska af krossförunum að halda út af því að það voru auðvitað menn sem að sögðu að þeir ættu ekki að fara á móti Saladin sko að það veri vitleysa að fara út í eyðimörkina og þess að vera með vatn eða hvort að það hefur verið eitthvað sko bragð hjá Saladin skilur að það hefur verið ákveðin strategi að taktík hjá honum að leiða þá á svæði þar sem þeir urðu vasslausir skilur þannig að það hefur verið talað um það sem svona herkænsku
snild Saladins sko og náttúrulega þessi gríðarlega afdrifaríka orustu alltaf og hann tekur aftur í Jerúsalem náttúrulega sem hann náttúrulega fær mikla stimpil fyrir það en fyrir utan það sko hvort að setja að tala hann sem sko mesta hernaða leiðtoga Íslam sko af því hann náttúrulega talaði það og nefndir aðeins áðan hérna þegar Baldvin IV var 16 ára þá einmitt hvað það var 1177 eða hvað það var þá réðist Saladin inn í Jerúsalem með sko 20.000 manna her og mætti miklu minni her Baldvins og riddararnir sko hans þeir náðu að eins og þú sagðir þeir tvistruðu lífvörðum Saladins og hann sjálfur bara rétt slapp með skrekkjum sko já og svo aftur seinna í þessari sögu þegar í þriðju krossferðinni þegar Ríkharður Ljónshjarta kominn þá tekur við rimma á milli þeirra tveggja sem mjög fræg þar sem að sko Saladin nær aldrei að sigra Ríkharð og hann meiri segja sko sér það að hann mun ekki vinna hann í orustu þannig að hann svona forðast orustu við hann sko það kannski auðvitað líka hluti af hernaðar gáum auðvitað að vita hvernig maður á að forðast orustu og ekki Þekki einn takmarkanir Já Nei, það er alveg rétt það líka tapaði líka mjög oft en einhver síður náttúrulega er að vinna þetta endlarum en náttúrulega sjáum kannski líka hversu öflugir þessi miðaldarittarar voru að það var þetta erfið að þurfti þessa svona mikið af hergögnum og mannafla og fjármunum til þess að vinna eitthvað á þessum krossförum þetta var gífurlegt gjald sem að Saladin greiddi til þess að ná Jerúsalem, þú veist, í blóði og herbörnum og fjármunum og slíkt en svona þurrkaði hann ekki Jerúsalem alveg út á kortinu því að hann tók Acre en hann tókst ekki að ná Týre sem að var auðvitað mjög svona borg sem að var auðvelt að verja út af því að hún var með aðgengi að hafinu og það auðvitað að því að hann gafst upp á því að þá auðvitað náði hann ekki að þá auðvitað náðu krossfarar að halda sko fótfestu í Heilulöndunum og náðu þar að leiðandi að kalla á þriðju krossferðina og Ríkharð Ljónshjarta og það allt saman sko sem að var til þess að þeir endust í 100 ári viðbót einmitt Svo er annað í þessari myndana sem er heimskulegt þú manst eftir í þeirra orðstöndum Jerúsalem umsátur Jerúsalem þar er sko þar sjáum við hvernig Belian sko semur við Saladin að frelsa alla leyfa öllum að fara sko allir kristnir fengu að fara og þó svo það séu þetta alveg rétt að Saladin náttúrulega rústaði ekki borginni og það var ekki fjöldamorð eins og þegar krossfararnir tóku Jerúsalem 1099 að þá er þessi saga aðeins meira núanst en hún er sýnd í myndinni því að Saladin sko, hvernig var þetta, hann sagði sko Belian sagði Saladin sagði þegar við tökum borginna þá munum við drepa alla kristna eða eitthvað líka og þá svaraði Belian sko áður en þið takið borginna þá munum við eyðileggja alla heilugu staði múslima og við munum rústa borginni og þá segir Saladin ok, þá skulum við semja og þá semur hann hennan díl að kristnir mega fara öruggir úr borginni nema hvað sko bara þeir sem geta borga fyrir frelsi sitt fá það og þá spyr sko Belian hvað með allt fátækafólki sem getur ekki borga fyrir frelsi sitt já þeir verða bara seldir í þrældóm og þá segir ok, hvað getur við gert díl að kaupa allt fólki í borgin já ok, 100.000 dínar segir Saladin og þeir bara nei, við getum ekki borgað svo mikið skilur og þá náðu þeir að gera díla ok, við borgum 30.000 fyrir 7.000 manns og þá er farið og hreinsaðar allar hirslur og safna saman, hann að skrapa saman 30.000 fyrir þetta fólk og síðan streymi fólkið út í tveimur röðum sko, það eru þeir sem eru frjálsir búin að kaupa frelsi sitt, þeir sem hafa efna á því og þessir 7.000 mann sem að Belian var búin að kaupa frjálsa
og síðan allir hinir sko, þúsundir manna sem eru bara að fara beint í þrældóm sko. Já. Þannig að kannski ekki alveg svona eins og sýnd í myndinni. Nei, það var ekki alveg svo í myndinni. En Ridley Scott maður líka, hann gerir bara svona vill, það er ótrúlega hvað hann einhvern veginn fer frálslega með söguna. Já. En hvað segir þetta svona kannski ágætis yfirferð allan fyrra konungsríki í Jerúsalem og svo það kannski efni í annan þátt að taka fyrir þriðju krossferðina og Ríkharð Ljónshjarta og... Já, það var gaman að tala hann sem elskaði ekkert jafn mikið að berjast. Það var aðal ástríðans í lífinu. Já. Hernaður. Þetta eittu hann öllu lífinu í hernað. Já, eins og margir á þessum tíma. Og ég man ekki hver sagði við hann, skrifaði hann hefði verið lélegur sonur, lélegur konungur og góður hermaður. Já, ykkur kenningur hann hafi mögulega verið samkynhneigður. Já, einhver hefur haldið það í fram, en síðan líka hann haldið Montefiore eða hvað hann heitir, hann hélt fram að hann hefði fyrst og fremst bara elskað hernað. Já. Það hefði verið hans ástríða. Það kannski líka ástæði fyrir því að Saladin svona frægur út af þessu tengslum, persónulegu tengslum milli þeirra tveggja. Algjörlega, já. Og skrif og samlingar og allt þetta. Skrifuðu mikið sín á millið. Hluta góðsöglunni. Og þá kemur fram svona þessi svona herramannslega hlið á Saladin sem að féll í góðan jarðveg í vestrinu sko. Já, því og við vestrinu við upptekinn af þessu, þú veist svona sögulega séð. Þessu svona herramannslegi hernaður. Já, kannski spilarinn í þennan svona rittaralega svona hirð þessa hirð menningu í Evrópu. Já, og eins og með Ríkharð Ljónshjarta, hann var að skora á múslima þarna í hólmgöngu, skorða á hólm og það var engi sem vildi þarna ganga til mótsviðan vegna samtalið var svo fær hermaður. En þú veist þetta, þú veist og allar þessar reglur og öll þessi sko herna menninga, Evrópa hefur náttúrulega alltaf verið sundruð síðan fall Rómaveldis og svo rosalega mikill hernaður það þróast náttúrulega þessar einstöku herreglur sem náttúrulega er alþjóða herreglur í dag, þú veist náttúrulega á rætur sinni að rekja til Evrópu. Já. Allt aðrar hugmyndir til þess í austrinu, Japan og hvað það lítur á Azteka eða önnur menningarsamfélög, þannig að það er mjög áhugavert. Já. En þá enda þetta svona basically að koma þarna 100 ári viðbót þetta sem konungsríki Jerúsalem til og það svona er í mýflugmynd og endar þetta með því að Mamelúkar taka þarna síðasta víð Acre 1291 en það lifi nú áfram í til dæmis á Kýpur. Já. Af því að svo þetta það hlutaði svo á þeim tíma þetta var konungsríki alltaf meira háð Kýpur af því að það var öruggari staður og síðan voru þarna fleiri krossferðir, 4. krossferðin sem við hefum nefnt sem að vera misefnuð, 5. krossferðin þar sem það er allir að fara inn í Egyptaland til þess að ná Jerúsalem. Já. Og síðan voru þarna minni krossferðir sem að voru allt svona flopp og svo þetta bara breytast tímarnir sko, það veru minni áhuga á þessu og aðstæður í Evrópu breytast og menn sjá og það sé náttúrulega sjá menn auðvitað að Mamelúkarnir eru sterkir þarna öflugt ríki, það er erfitt að vinna eitthvað á þeim og svo náttúrulega koma Tyrkirnir eða Ottómanar með 10 tíma, það er náttúrulega að sjá menn að þessi vígstöð er lokuð og eða það fer ekki að kraftu auðvitað í krossferðir annar staðar eins og í nýja heiminum einmitt eða Austur-Evrópu eða í Brússlandi. Já, einmitt. Erum við þá kannski bara að fara að vera góðir í bili með þetta? Já, koma gott. Svo tökum við Ríkharð og félag ekkert senna. Þá held ég að við félagarnir kveðjum héðan í dag úr hlaðvarpinu Söguskoðun. Við ætlum að snúa aftur hér á Þorláksmessu með jólaþátt þar sem við ætlum að taka fyrir jólatengt þema. Þannig að við segjum bara stay tuned fyrir það. Það var gaman. Þá minnum við hlustundur á vefsíðu þátturinn söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com sem er netfang þáttarins. Við minnum á að við erum á Facebook og hlaðvarpið má nálgast á öllum helstu hlaðvarpsveitum nú sem fyrr. Þeim sem vilja styrkja þáttinn, það er hægt að gera það með að bjóða okkur upp á kaffibolla eða ígildi þess.
Að því sögðu þá kveðjum við héðan í dag og sjáumst aftur í næsta þætti á Þorláksmessu. Verið sæl. Verið sæl.